Start streaming. Það vera... Þú voru að koma í listan eitthvað hver keppti þá. En ég veit ekki til strákana hvernig það fór. Nei, við bara minnumst á þetta. Bara hérna. Glemt að opna YouTube Studios. Oldly. Já, þetta segur sko. Sammála. Já, Það er ekki bara. þetta svo rangt sko. Já, ég veit. En sko, það sem er rangt við þetta selt manni sem eitthvað heilsudótt, sko. Já. Þetta var ótvíngdótið. Já. Þetta í raun og veru bara, þetta skýtur blóðsykrunum upp og en gefur rosa góða snögg, svona skyndiorku og þartana. Þetta ég hef verið að redda mig með þessu bara eitthvað, Já. bara einni vinnu, svo bara beint að þjálfa að æfa eða eitthvað sko, Já. bara basically við erum ekki búin að undirbúa. Já, en það er líka þannig svolítið sem er á nota, sko. Já. Sem síðan svo er einhvern ekki vinnu sem borður alltaf í morgumat. Ég er alltaf bara eitthvað, hverju byrjar ekki bara daginn á Snickers? Já. Shit. En svo snýst það bara líka bara, ef þú ert undir hittaðin eitthvað Já. og þú farðir svona, þá, þú veist. Já, er þetta ekki bara Já, ég er 500 hitaningir eða eitthvað? Ég er í blóðsykurspælingum, sko. Aðalvandamálið þetta, það er hátt í fitu. Það er vandamálið. Má ég sjá þetta? Herri, þú mátt færa mækið þinn aðeins nær. Mátt laga mækið þinn. Búm. Svona, gott svona. Mjög myndarlegir og flottir. Já, takk svo leys. Og ákvæm mikið að vita í þessu. Er þetta palmál fita líka? Já, pottet, sko. Ok. Ég nenni ekki að spá við því, sko. Nei, ég skilði. Ég drekk ekki á hátteginu, sko. Ég er pínu fanatískur. Hversu drekkur þau? 4-5 ekki á hátteginu. Veist, ég, úrst, Mér finnst það viðbjöður. Nei, auðveldar en þú heldur, sko. já, svo drekkur svona. Já. Svo Just, drekk, og grænan monster, sko. Já, það er verra. málið er bara eitthvað, ok, pælingin, sko, ok, já, ég borða ekki túnfisk að þeir í dós, hættilegt, svo borða maður nammi eða eitthvað, þú veist, ok, á mann ekki bara að byrja eitthvað stær, ef mann er með þetta, fattir mann ekki byrja að fá hérna. Herri, ég ætla að byrja þáttinn. Þið bara hætti ekki að tala. Ég get alveg bara starta þættinum, sko. Ok, Já, ok. Það er bara. let's go. Já, kæri hlustandi, það er 15 lóta sem heilsa ykkur á fallegum, má ég segja sumardegi? Það vor. Á fallegum sumardegi, það er Það er sumardaganum fyrst á 15, sko. Já, en sumardegi komið. Ok. Á fallegum sumardegi, Biggie Bomba er í fríi, hann fór með stákisindi til Danmarkur, ég var á komurfríi, eftir gott glímukamp í Íslandi, fór á fyrsta glóbdörðuskampið mitt. Amazing. Amazing. Já, þannig að hérna, ég veit ég svona ekkert hvað er búið að vera að gerast í vikunni og eitthvað. Þannig ég fekk til mig 2 gesti sem þetta jafn mikið og ég, cirka bát. Já. Það eru fyrst má nefna Heiðar Inga sem að nefna fyrir meðlum með 50 lútunar. Já. Og lögfræðingur mikill og svo er, já. Svo er hérna maðurinn sem að ber kennjarnið líkt og tjöldin fyrir aftanan, það er Big Red. Það er Bjarki. Sælir. Ég hérna, var ekki hvað sonur þú ert? Pétursson. Bjarki Pírustin. Þá klúður. Léleg. Ég, sko, vanalega. Nýbúin að sussa okkur, bara meðum ekki tala og svo bara, hei, núna talið þið strákar. Já, ég er bara að bútsjöra þessa kynningu hérna. Já, það er slæmt, sko. Ég hérna, vanar, sko, þegar þið þarf að byrja og skrifaði alltaf svona custom made, svona introkabla hverju myndi vera og svona. Núna ég bara rekk og bull eitthvað. Og svo er ég bara, ég man ekki hvað pabbiðin heitir. Sem við sem. Herri, ég hérna, hvernig var vikan sem var að líða? Ég var í Íslandi, ég sá ekki neitt. Var eitthvað gott að frétta það? Af Íslandi þá? Já, Íslandi og... Þetta er gluggan, það sér það, sko. Já, það er gott að frétta þetta klakanum, það er gott að frétta klakanum. Það er bara veður, jú, ég meina, það var hérna, var ekki Elli og Biggi með einhverja tilkynningu síðast á þetta? Jú, Elli og Biggi ætla að berast á... Tóku smá face-off og skemmtilegt, þannig að ég er búin að vera bara svolítið heitur þar. Ég var mjög heitur þar, sko. Já. Það er líka því að það kom sko face-off mynd milli Ella sem æfir upp í Reykjavík og Bigga. Og Elli var sko með sólglirun sín á hnakkan. Já. Vitið hvað er hættulegt? Vitið hvað er ógeðslega cool? Það er ógeðslega töff. Það er ógeðslega töff. Enda sáu við líka hvernig oddsinn kom út úr því. Já. Var ekki 70% held að hann myndi vinna? Jú. Að Elli myndi vinna. Elli myndi vinna. Já. Sem er sko skömmin skóla, ég gaf þetta sko 90-10 á Ella. Biggi yfir ánægð með það. Hann var mjög ánægður sko. Já. Hann sendi mig skilabóð og bara, sko með við fyrstu oddsin og svo er þetta oddsin núna og farið yfir þetta sko. Já. Það var ég held að allt bara eins Bigga
eitthvað kjósa hann og... Já, er ekki kærastan með 4 Instagram núna til þess að kjósa, geta kosið hann 4 sinnum. Svo hefur þetta verið, sko, bróðið Bigg hefur ekki kosið hann, Já. Biggi Dogwalker hefur ekki kosið líka Svo Biggi sjálfur. Já, einmitt. Þetta er allt, Biggi á svona 4 Instagram-breytingar. Já. En, já, sko, ég sko eitthvað tengist kannski yngri kynslóðan eitthvað lítið, sko, en ég veit ekki með þetta, hérna, sólgleru á hnakkanum. Það er samt gamalt, sko. Það er eiginlega bara 90s move, sko. Ég var ekki viss hvort það væri nett eða eitthvað svona... Það er eiginlega orðið... Heilaskað og fann ekki hvernig það virkar. 90s er náttúrulega í tísku núna og sér það er allir bara í svona beinum fötum og það má helst ekki vera neitt snið á neinu og allir lít út eins og amma mín gerði 95 skilur. Þetta er bara í tísku í dag, dóttir minn í þessu, sko, þetta er ræðilegt. Ég hef ekki hitt eina mannskju sem að vinna með ömmu þína. En 95, hittir mikið ömmu mína 1995? Nei, ég þarf að meina ömmu þína núna. Nei. Já, ég miskildi. Ok, ég skildi. Ekki það ég kíkja ofta á gömlu, sko. Nei, það er ekki hægt, hún dó í haust, sko. Nei, já, með það. Já, djöðlum maður, ég... Já, þetta er Með svona... að við hvað ég er búin að þekkja lengi, Já. að ég hafi ekki verið búin að heimsækja gömlu. Já, skammalegt. Já, það er skammalegt. En þú og átt nú inn nokkra svona brandar inni. Já, og þú hefur nokkuð tíman. Þú hefur nokkuð oft. Mamma þín brandar er ofalega hjá mér og Já. ég hef gert alveg og nokkru sinni við þau eins vont og það er. Já. Þannig að þú átt þetta inni. Já, og miklu meira til. Miklu meira. Þú fórst einu sinni í hérna, ég reið mömmu þinni. Já. Já. En ég hef aldrei gert það aftur. Nei, en það spurði ég þig hvort þú hafði fengið mold á tippið og þá varstu bara Já, alveg rétt, hún var dáin. Ó, Já, þess vegna var svona köld. Já. Tjók. Ó, já. Það er bara einstaklega veikir, sko. Já, það er sérstaklega heiðar. En hérna, en ég hugsaði sko eftir þennan brandara, sko við erum alveg að fara yfir síðan sko. Já. En ég hugsaði hérna eftir þennan brandara, þú komst með að þú væri svona hérna, að þú varst eitthvað svona glamur á gítar og mér varst alltaf vanta svona Hæfileikana. Já, nei, það svona vantar þá. trúbótor sem að talar konur Já. en hann nárið þill, skilur. Já, ert að segja það eigi að vera ég. Já. Ok, áður en við skiptum umræðin og ætla ég að segja, ok, ég gerði þetta, ég púlaði þetta á vinnu svona staffadóm daginn. Fyrst við erum að tala um þetta. Já. Ok, stráka, hvort myndið, þetta er svona hvort myndið dæmi. Hvort myndið er í það ás, sem sagt 1 af 10. Við erum, þú veist, þið sjáu þetta fólk ekki út á götu. Nei. Þetta er fólk sem er bara geimt í einhverjum kjallurum Já. og í gamla dagi var selt inn á þetta, skilur þetta þar. Þetta er sóljótt. Það meina Doncaster. Já, þetta á þetta er mjög líklega megna af þessu býr í Doncaster, já. Eða þá Já. að ríða sko 10 af 10 sem er bara, þú veist, nýdáin. Hún er ennþá volk. Hún er ekki köld. Hvort ekki? Þeir þurfa, þú veist, ásinn þá þurfa að brjótast inn á okkar sambíl og eitthvað, sko. Ég tek ásinn. En þú? Hvað er góðan út? Þú er... Sko, með að við, ég veit hvað Heiðar er að hugsa. Já. Já, ég veit. Heiðar, hvað myndið þú velja? Það er ekki hann var að segja frá 10, sko. En ásinn getur talað. Já, þannig þú tækir 10. Ég held það. Já. Ég held nefnilega að þú sért trúbótorinn sem ég er búin að leita eftir. Ég held að, sko, það var, því ég spurði nokkra, Já. þá voru 2 sem sögðu 10 og báðir, sko, báru það fyrir sig að það væri út af því að, hérna, það var eina leiðin til þess að engin myndi koma að staði þessu, sko. Já. Þegar ég voru með ásinn þá, hann getur talað. Hann getur talað, Já, sko. Já. En þú veist af þessu. Já. Það er nefnilega svolítið málið, sko. Það er ekki það að enginn veit. Já, ég er með takmarka svona siðferðskend. En svo þú tekur svona leyndamáli með þér í gröfina þar sem það byrjaði, skilur. Já, 100%, sko. Já, það er skemmtilegt. Já. En þú, hérna... Þú svaraðir ekki. Já, ég held ég að slappir, sko. Ég er ekki slapp. En ég hef alltaf að sjá fyrir mig svona texta sem var eitthvað svona ef að hún er dáin þá vil ég vera náin. Já. Og þetta er svona geggja svona romantískur trúbótor. Já. Jæja, herru, það var búið að cancela þessu podcasti. Herru, en það var annað að gerast. Já. Það var glímumót. Það var glímumót. Við áttum vantilega á einhver 10 keppendur sem að fóru til Noregs. Já. Það ekki, kalla á kannalið Já. hvítt upp í svartbelti sem að fóru á OGQ. Yes. Þú fylgst eitthvað með því, ég sá ekkert að því. Sko, ég var að reyna að fylgjast með því Já. og reyna að fá upplýsingar og okkur dæmi. Það voru rosalega lítið, það eru bara enga fréttir. Ég reyndi að finna streym og okkur svona. Svo var sagt strax að væri ekkert streymi, sko.
Já, var strax tilkynnt bara Já, bara sama dagana var tilkynnt eitthvað að væri ekkert streymi og sem ég held að það var einmitt á svona stærðamótum sko. Já, að þið voru með sko 1 milljón í verðlaunafé og eitthvað Já, og þetta var alveg stórt mikið af fólki hérna sko. Það var alveg cool Já Hrafn Þráinsson, ekki Krummi átt að mótið var satt þannig að það var satt hvítbelti, bláttbelti, fjólublátt, brúnt og svart í kallaflokki og svo í kvennaflokki og liðin Ísland myndi þá mæta svona liðakeppni kalla kvenna á móti hinu Norðurlandaþjóðum. Já, og hvítabelti, sko, þau heldur fyrst að mætti raða upp hverju mætti keppa kvennar. En svo þegar voru komin, þá var það sko bara hvítabeltið byrjar og svo bara kolli upp. Þannig hvítabeltið að þeim keppti og svo bara úrslata kenni. Já, veit eitthvað hvernig það fór? Sko, ég veit hvernig kvenna ég veit að sko það var 1-0 eða ekki hjá kalla minni mig sko hjá kvenna þá var að sko hvítabelti hjá Íslandi það tapaði bara mjög fljótt armbar móti bara þræl, hvað var það? Voru það síðan þá, mann í hvort það var tapaði bara mjög fljótt hinn púlaði bara gard tók armbar blábeltið í Íslandi líka bara armbar strax svo kom Kolka inn sem fjólbláa og hún vann hana strax bara, tók hann í arbara mitt hinn reynda púlegard Kolka náða stassa það bara og hérna passa gardinn og passa og fór í hérna North South og endaði svo með að ná henni arbar og hérna svo lendun á móti hvernig var það? Bláabeltinu eða dætt hvítabelti út og svo bláabelti, hvernig var það? Þá ég held hún vann hana líka svo tapaði hann til fjólblá og þá kom hún hérna Heklainn tapaði og svo kom hérna Ólöf og hérna og hún tapaði líka Já, ok, það hefur verið einhver killer þau segðum, sko, það var mjög öflugir einstakleikar sem voru á mótið bæði kalla og kvenna, sko, allt bara alveg high level, sko Já, ég trúi en svo er eitthvað mystery hvað gerðist þannig að kalla mig sem er algjör klúður, sko, því ég var Hvað meinar það mystery? Já, þú veist bara við veitum ekki Nei Já, við veitum ekki með upplýsingar hvað gerðist kalla megin en ég veit að strákandi töpuðu Jonni var sko mjög tæft hjá Jonna syndist mér sá vídeo á því og það var hérna hann var komin fórlás bara í endan þegar tímir hann út þannig að sá þeim bara á Insta hjá Jonna Þetta er klúður, sko, því ég var með Villa í Íslandi í viku hann var svartabeltið í hópnum og ég glemdi alveg að ræða þetta mót Eitt mesta sko fréttamanna klúður Já, ég var alltaf að segja það mikið framfyrirni fréttamennsku Já, það er svona þegar maður ákveður að fara frí og bara slökka á sér, sko Já Það er gaman að þessum Áður en lengra en haldið, þá ætlum ég að minna á að þátturinn með styrktaraðila sem að styður íslenska fréttamennsku í blöndum bardaíþróttum og glímu Herru, það er sjálfsögðu spurningin er langar þið að byrja að æfa bardaíþróttir þá er Reykjavík MMA svarið, ný grunnnámskeið hverju mánuði allar upplýsingar inn á rvfkmma.is Taktu skrefið og byrjaði að æfa Veðurhöfða 2 Big Red representing Ná, mér svo plata litla bróðum minn, hann er að fara að byrja að taka núna grunnnámskeið í júní Í alvörunni? Maja í júní, já Í Reykjavík MMA? Já, mjög peppaði verið því En þú ert að fara að passa þig? Já, ég er að fara að passa mig, algjörlega Þú verður að passa þig Annars, hættan er þarna, sko Hámarkað svo árangurinn að velja með yngling fæðbótavörum, Shilajit, náttúrulega styrabústarar og sveppablöndur Varamánaðarins er kraftur Það er eitthvað sem ég mæli með fyrir ykkur strákar Sofið betur, aukinn testi Þið fáið 15% afslátt með kóðunum 15 við Jackpot Svo mæli ég eindriðið með bardaþryggi og Nico Virkilega útpælda styrtaræfingar fyrir bardafólk Skemmtið er í vísindalegri þjálfun með einum helsta styrtaþjálfara landsins þegar kemur að bardaþjálfun Hafið þið verið í einhverjum hjá Nico? Nei, en hann er meistari í þessu, sko Hann er bara það sem hann leggur í þetta, sko Flott ræðingur hann Einmitt, maður bara einhvern veginn ég var ekki að þyngjast á sín tíma, skilur en ég var að styrkjast rosalega
og það skemmir ekki æfingarnar á móti og það svo mikið magic fekk mikið að heyra það þegar ég var í Íslandi að ég væri mjög sterkur Já, þú ert þröstur, komir óvart þegar ég glýndi því að sé sko. Já, það ekki bara sko, ég finn ekkert fyrir því sko en fólk svona, þröstur og ég var, ég er svolítið þröstur sem var gaman Herru, hérna, en nóg það hefur horfðið á UFC helgina eða? já Meinkarti Var það meingarti? Já, ég horfði meingarti líka ég var ekkert að checka á hérna Ég tók aðeins prelims en aðalega mingard Var það eitthvað gott þar eða? Sko, ég horfði náttúrulega bara á finishin Það voru flott finish í prelimsonum og John Janis hann frá Bandaríkjunum fyrsti bardagi kvöldsins það alveg gaur sem að væri þess virði að fylgjast aðeins með og svona bara tjúna inn ef hann á prelims og svona því að hann slær fast, hann lúkaði vel og hann bara á grotti í honum, pungur á honum sló mjög fast þannig að hann með flugeldasýningu ég held að maður getur alveg læst inn og hann með flugeldasýningu ansi oft Það var fleira á prílunum sem það kveiktið þér Það voru einhver finish þarna það Robert Valentín Já, ég tók eftir honum sko Mér leist vel á hann lúkaði vel Maður alltaf búin að bíða lengi eftir því að Robert Valentín fái smá breyka þannig að hann var svo mikill karakter þegar hann kom upp úr hérna Dynamite's Contender Já og fekk samningin og svo fekk hann bara gett ömulega fight sem var svona fan favorite tapaði held í 3 í röð og hann gett mikið að bíða þegar Robert Valentín myndi gera eitthvað Já, hann lúkaði bara vel hann Já, hann hérna tók eitthvað sveppatripp út í skógi og sagðist að við hitt Guðina og Guðina sagði, já, þú ættir að vera bardagamaður, þú ert að fara að gera eitthvað góða hluti. Svo komst hann í UFC og tapaði 3 í röð. Já, og ég bara, Guðina lugaði þér. Já, stundu þetta bara mótlætið til þess að komast á toppinn, sko. Já. Við hérna, ég hef heyrt að maður komist í eitthvað tengt við æri mat að maður tekið sveppi. Já, þú hefur heyrt það? Já, alveg frá þér, en já. Sætla minningar og það ræðilegt shut the fuck up ég með eitthvað í hálsunum Herðu, talandi Yngling, komstu með kraft fyrir mig það eins og ég baði Nei, stuttursvarið nei en þú mátt velja þér eitthvað á borðinu ég á Silja Titt og Ashwagandha en ég fætti þeirra morgun þegar ég vona mér á morgun og sagði ekki, svo er náttúrulega ammælistáttur til lútunar stóri partíþátturinn er næsti þáttur 202 þar sem ég og Byggir og loksins á landinu sama tíma sko þá verður svona gjafaleikur afmælispartí og eitthvað svona dót Coolbet ætlar minnum að vera með eitthvað vinninga og Yngling verður með vinninga og svona ég fer að sækja þetta alltaf morgun en þú farið kraft á morgun Mér líst vel á það Já, en svo mátti ég gleyma að geta eitthvað fyrir kraft og Cocoa Puffs Ég ætla ekki að segja að svona gömul slagorð morgunkóla slagorð sitji svona rétt frí í haustum á mér Vá, þetta var vont Herðu, sko Áttu 6 eða 8 benna Þú fær kraft og kókamjólk Já, það er ekki nefnilega Cocoa Puffs Það er nefnilega ekki Cocoa Puffs Ég er bara búin að liggja í Pepsinu Sko, þetta var ekki bara lélegu pappabrandari Ég heldur var þetta líka, sko, röng mention á vöru Hún er að geta þetta heima fullu bara að segja þessi hugmyndina bara Fyrir kraftin Ég finnst kraftin koma, sko Það er rétt, við erum kúkú fyrir Cocoa Puffs Já, we are cuckoo for Cocoa Puffs Já, það er rétt En fáum kraftinu kókamjölk Já Þú vil að kókamjölklói orðin jacked Hafið síðan Já, hann er jacked Ég rakst á hann Hann er okkur peptide, sko Ég er að segja það Hann er ekki bara Hann er ekki bara á mjólkinu, sko Nei, það eru peptides Það er ekki lagt þess að frýtt Hann er orðin ógeðslega jacked Já Mér finnst það eins og hérna kókamjölklói sé orðin svona unreasonable body image fyrir stráka og aðra ketti Rólegur, manstu samt hverju við ólust upp með af hverju maður er svona fucked He-Man er sko ég er að segja það þú ert ekki fucked út af He-Man jú, ég er sko verið svona vondikalli var massaður í He-Man sko Skeletor var fokkið massaður í He-Man já, ég myndi segja að þú ert fucked út af Skeletor já. Þú veist, þetta bara maður brenglaðist bara for life þú tókst sko vaxtalæð og persónuleikan frá já, persónuleikan aðalega Það var Arnold eða? Jú, eitthvað en ég var náttúrulega í teiknimyndunum því ég var bad sko já. Þá voru það bara He-Man og Spider-Man og Batman og allir allar overhetjur allir með six-pack allir með mjög raunhæfar svona líkams svona fegurastadal sko
Já, það er ekki King Jón Páll og fleiri sko já, svo náttúrulega Jón Páll var ekkert að hjálpa þetta að vera vaksin svo hímen og vera sterkast maður í heimi er gali dæmi sko og átt að vera feitur og 2 metrar á hæð eða voru sterkast maður í heimi það er bara þannig já, brjálæðis Það er rétt Og ég sætla minninga maður Ég, sko, að vakna heima hjá ömmu og sækjast í svona Vaff HS-spólu annarkot Rambo eða Thundercats já, Rambo Já, tjóðlega aldrei gaman maður Herra, good times Herra, en það var mainkartið í Vancouver Það gekk eitthvað illa seljin og sjóið í Vancouver Nú þið svona eins og úlíkandi sko báðu komnir í símana sko já, ég bara er að rúlla upp kortinu til ég viti hvað við erum að tala um næst já, sko, þegar ég horfi yfir kortið þá kemur það mér ekki eitthvað brjálaðis óvart Nei það eru eiginlega bara þú veist, síðustu main og co-main sem eru svona sem maður myndi fyrirfram vera eitthvað, já, þetta er skemmtilegt en svo voru bara flesti bardaðinir skemmtilegir sko. Kom mér á óvart sko Það var Ég sá bara eitthvað fullt af já, þetta sem ég kannast ekki neitt við og það voru bara 1 bardaði sem var lélegur mjög lélegur, en við tölum hann eitthvað smá Já, þeir voru ekki margir svona mjög lélegir nei, ekki með einhverjum það var 1 sem var það lélegur ég byrjaði að horfa á Second Watch í gærkvöldi Já og ég hætti við, ég var bara nei ég legg þetta ekki á mig Nei, ég bara, skilji I'm not getting paid enough for this shit bro Ég held ég veit hvað barða voru að tala um já, En við tölum um þær seinna Þú var ekki hérna fyrst, var það ekki hérna Guns var debut jú, Gage Young Já, á móti- Nei, það var það já, Gage Young á móti Tiago Moses var fyrsti bardaði Já. maincard Ég er nefnilega mikill Moses maður sko, hefur verið En hann bara einhvern veginn næri ekki úrslitum sko nei, hann, sko, þarna sást kannski einmitt af hverju hann næri ekki að úrslitum Já, okkur fannst mér, Hvernig var bæði sko hann gengur ekki, Hvernig var aftur fyrsti? það var Tiago Moses á móti Gage Young Já sko, Tiago Moses hann er góður barndamaður hann gengur ekki á lagi þegar hann er með meðbyrinn með sér þá finnst mér hann ekki nóg aggressífur hann kveikir ekki á sér, svo gasar hann Já, líka, þessi blanda er ekki góð að kunna ekki að klára barnda og gasa það er mögulega versta andlega blanda sem hún getur haft í MMA já, en annars var það svona frekar jafnbardagi sko Hann má alveg vera pínusvektur að hafa tapað þessu algjörlega, en mér fannst eins og Young, hann náttúrulega fór illa ráðu sinu í þriðju lótu, hann hefði getað fengið finish hann hefði getað fengið finish í þessum barnda í staðið fyrir að lappa út með split Já þegar hann fór að dansa eins og fíbl Já, okkur sko, það var 3 skipti sem Tiago Moses fór í gólfið í þriðju lótu í öll skiptin stendur hann eitthvað og er eitthvað svona eitthvað yppa öxlum og svona og í 1 skipti fer hann bara að dansa eins og fáviti Já, og þá ég reitsaði pinliti þetta fannst mér óþólandi Nei, ég skil ekki akkur ekki bara klára mannin þú veist, hann er debut hann er að fá góðan debut bardaga Já. sem er bæði winnable og pínu nafn skilur þannig að þú veist, hann er að UFC er alveg að klappa tjún inn á okkar prílum sem hann er á Nei, er þetta ekki bara freka bara eins og Conor talaði sko annarkvæmt hatar það með elskar mig og samt kaupir það með hann sko já, en þetta var bara ekki töff sko. Þetta var eiginlega bara, ég fekk svona kjánarhóll og bara ekki vera að fá þetta, please og disrespectful við Moses fannst mér Er það að taka þetta? Já Ertu í þriðjulótinni? Já, það sést það Já, þannig var hann að lyfta upp höndunum allavega, þetta gerði mig brjálaðan út af því að þú getur klárað UFC er að klappa þér, það er að gefa þér bara, þú veist, gott start í deildinni. Ekki að leifa þess að fara í split decision Já, og svo fær hann split decision og þú veist, á móti gaur sem er svona að verða búinn, skilur Já. það er ekkert eitthvað frábært, sko. Nei, alls ekki sko. En þú veist, það er samt alveg sterkt að debúa í UFC á svona kvöldi gegn Tiago Moses, þú veist, það er alltaf sterkt, skilur. Algjörlega, en hugsaðu hvað hefur verið sterkt að fara út af þetta með TKO. Já, það veist bara galið TKO í þriðjulótu eftir að hafa komist í gegnum eitthvað smá mótlæti, þú veist, hann hefði verið komið storyline fyrir næsta barða, hann hefði getað komist inn á almennilegt maincard í næsta barða. Erum menn ekki líka bara hrættir fyrsta barða að rössa ekki inn því að
að því að, þú veist, fá ekki, þú veist, hæpið upp og þú er bara, þú veist, þeir eru með rössa inn alltaf, bara adrenalinu upp og svo bara krassa þær eftir á, sko. Jú, en svona seint í þriðju lótu, Já. þá held ég að, þú veist, ef þetta verið fyrstu lótu, þá myndi 100% vera sammálaðir og þá vilt ekki vera að gasa og vilt ekki vera að taka sjensa, sérstaklega í fyrsta barðan, en þeir eru kannski 1,5 mínúti eftir, max 2, í síðustu lótinu, hann lúkkaði fresh, Moses lúkkaði búinn á því og var orðin fögt í framan og svona, kláraði þetta bara. Ekki reyna að vera ykkur, ekki hegða eins og sért 7 ára, þú veist, hegða eins og sért allavega dettin og kynþróskaldurinn, sko. Já, Gage Young, ef þú ert að hlusta taktu þessi Hagaði eins og maður og sagt þessu orð frá Heiðaringa. Hlustaði á mig. Svo er svo Heiðaringa næsta barða sem hann tekur bara og verður hann farin að hérna fagna og Já, ég get alveg, hann að gera fullt af mistökum í síðan barða fullu og Já, Gregi Heiðaringi maður, hann er eftir að fá reality check beintis með þetta. Hvenær? Ætlaðu þú ekki að berjast á okkur 50 lóti fætna þetta? Jú, Þú ert bara að skora á mig. Erum við byrjaðir að tala um það? Nei, okay. Það er enginn að tala um mig. Ok. Já, bara slaka það eins á. Eigum að skippa gellunar eða? Ef ekki að taka þetta bara niður list. Nei, það var alveg bara áhverju barðaði, sko. Það var svona taktísk glíma bara. Já, þetta var flottur glíma. Just to Vicious á móti Karin Silva. Þú voru mörg högg í fyrstu ósáttur lótu? með þann barða. Hvað voru mörg högg í fyrstu lótu? Sko, þú ert náttúrulega striker, sko. Já, Þetta glímilega séð var það alveg var eitthvað damage í gólfinu? Það voru nokkru djúpir gíotínar. Eða erum við bara, þú veist, var þetta bara svona nölla jits bardaði, svona skemmtileg fyrir svona jits nölla? Skemmtileg glíma, sko. Já, þetta var skemmtileg glíma, skilur. Þetta var, strike-count er ekki hátt þarna, sko. Nei, ekki það, var herra strike-count í fyrstu lótu heldur en í bjóstu? Já. Hún er með 36, hún Silva. En við erum talað skilur, sko, í round 1 significant strike hjá Jasmine Just to Vicious. Já, 0, já, einmitt. En þetta er MMA. Já, en þetta var glíma, sko, en það fór það svolítið, sko, þetta var bara, eins og segir, þetta var bara glíma. Já. Ef þú hefur ekkert gaman að glímu og ert með greindavistölu á við hamstur, þá ertu með það að rakka hann bara það niður. En þannig, ok, má ég samt koma inn á það? Það er 1 takedown í hverju lótu. Já. 1 takedown og það er engin lóta þar sem önnu hvor þeirra eru með fleiri heldur en 9 significant strikes. Þetta er ekki skemmtilegt. Nema þú sért bara, þú veist, þetta er eins og nema þú sért bara brjálaslega mikil svona jetsnölli, skil. Ég var alveg gaman að gleyma svo uppáhaldsbardaðumæður minna Khabib. Uppáhaldsbardaðumæður. Hann er overrated, maður. Wow. Hann er overrated. Ok, en það eru overrated. En það eru að tala um gaur sem Hvernig hefur Khabib unnið? Sem er ekki í Conor McGregor, Justin Gaethje, Dustin Poirier, allt sem var sett fyrir og hann rúst og enginn að mann lótunum að Conor kannski eina. Conor mjög líklega fullur í barðanum. Fullur í Justin Gaethje, Prime Gaethje. Ok, hann er þetta besti gauður sem hann er. Prime Poirier og Khabib eru gaurinn í flokknum fyrir neðan. Þeir eru báðir gaurar og fjæðvikt. Nei, Poirier er þá ósigraður í sínu flokk. Conor og Poirier voru báðir oversized featherweights. Conor var bara hann var næst í dauður í hvert einaskipti sem hann var á vitt. Nei, hann var næst í dauður þegar hann kvartaði fyrir bardaðan var með sliti krossband. Já, ég samt, hann leit alltaf út fyrir að vera að deyja þegar hann var á vitt. Sko, þeir eru léttviktamenn og meira þess að Conor hærri en Khabib, sko. Já. Og ég held að Poirier sé líka hærri en Khabib. Já, það er ekki rétt. Ég meina, ég vil að svo Khabib fara ykkur alveg glímungar. Já, en sko Múti Gunna eða eitthvað. Já, ég meina galið flott. Já. Gunni myndi taka sko. Gunni tapar með MMA, já. Gunni myndi ekki taka Khabib. Gunni tekur Conor. Já. Það er bara, Conor er engin tekur Gunni Conor í MMA. Á æfingum. Já, er það að þegar þeir keppa, skilur, heldur að Prime Conor og Prime Gunni myndu keppa í MMA að Gunni myndi vinna? Já, ég held það. Okay. Ég er ekki að segja þess að ómögulegt, ég er 100% eins og það og með við sögurnar og allt sem maður heilt. Ok, eftir að ég sá Eddie Alvarez bardaðan, þá ætla ég að leiða mér að setja fyrirvara á það. Út af því að það leit út eins og Prime Conor var eins og hann væri með eitthvað six sense.
hann var alltaf bara hálfri til sekundu og undan gaurnum algjörlega, sko. það svona ef hann getur lesið, það var erfitt að lesa Gunnar já, ég held að hann hafi bara mistið þetta Gunni sé bara að misti það nei, Conor, Já, eftir hann já. tapaði fyrir Já, Khabib já. þá hrundi bara allt Nei, ég held að vera undan, sko. Hún sérð bara Conor, þegar hann lappa hann í barndanum með Khabib. Hann er alltaf varlega bara uppi, hann er tilbúin í allt. Hann var bara svona, svo komið svona upp svona. ég held að hann Hann var hafi bara bara vitað að hann var að fara að tapa þessu þú veist, Khabib er bara monster Hann var bara búin að vera kjamur rugli, held ég Já. bara, þú veist. hann var alveg byrjað að Ég veist, aðeins byrjað að drekka og komið viskið sitt og já þú veist en Tók sko, sem var hans þar. Khabib er uppáhalds barndagumörn minn þannig ég kann að meta glímu, skilur ég kann alveg að meta glímu með damage ég þól ekki þegar þeir eru að glíma með engu damage þannig að finnst þér 1 significant strike 9 significant strike og 8 significant strike og lítið damage já mér finnst það Young var með 100 högg í sínum bardaga sko. yfir 100 högg já, en það sem er samt áhugavert sko, er að eins og heiðin ekki segja samt sko, ef við förum yfir sko, hverju vinna lótuna Karin Silva vinnur fyrstu lóti á öllum dómara spjöldunum með 7 significant strike af 12 og gerðist eiginlega ekkert í þeirri lótu sko. Nei, og Just to Vicious vinnur hina 2 lótunar með sko 9 significant strike lent í annar lótu og 8 í seinni lótunni, eða 3 lótunni og það er bara einhvern veginn nóg til að vinna Sigurverðin í þessum bardaga er í hildina með 18 significant strikes allan bardagan já, that's boring as hell já, en total strike countið er samt miklu hærra þú veist, þetta er bara ekki significant já en þá er að taka þú veist þá er að telja með þetta hérna í gólfinu Já, eitthvað svona- þegar þeir eru bara svona snert eitthvað Já. en svo var mikið verið að gera sem það var svona Svo tegja pikk. sig yfir eitthvað svona eitthvað svona bara sýningarhögg fyrir þú veist áhverjandur bara þannig bauðleikjaður sko sýningarhögg fyrir já áhorfendur. það er enginn að meða sig hann sýningarhögg fyrir áhörundur minna mig á svona 5 leika með borða þetta var algjört frá mér leið eins og ég var að horfa á það já, þarna já, ég skilði já, það er bara góð punktur og ég ætlaði að horfa á alla bardagana aftur í gærkvöldi Já. ég horfði á alla og ég meira svo skipaði þennan ég horfði á hann síðast bara þú veist, þegar ég er búin að horfa á allt og horfði ég á þennan Já. og svo var ég byrjaði og ég var bara ekki nei nenni þess ekki sko. já, ég reyndi nokkur sem að horfa á hana bara ég held ekki alveg aðtekli sko, en það er samt áhugavert sko, ef við tökum sko submission attempt já, bara aðeins að þá nördast Silva rústaði þessu sko Karin Silva er með 1 submission attempt í hérna annar lótu og 1 submission attempt í þriði lótu já. maður hefði hugsað okkur, þú reyndir alltaf að vinna bara það skilur, þú Já. ert með submission attempt og hún var með mjög frumlega hérna, leið til þess að nútrúlæsa þegar að hinn var í fullgard já, en ég bara, það sem er áhugavert skilur er að munar sko 4-5 significant strikes en hún var með á konunum skilur en submission attemptið er ekki nóg til að brúa bilið þú veist 5 significant strikes mér finnst að submission attempt er að minnstakosti 5 já, ég meina þú veist að þú reynir Einhvern að veginn klára hefði maður þetta haldið það, já Það er sumt af svo djúpt. sko sástu þegar hún tók og tók hann að lappirnar á sér sáu það þegar hún tók og setti lappirnar þegar hún var í fullgard tók lappirnar og setti yfir öxlin á gelunni og krekti þær og hún fest hana já, þetta, hún Það- heldur náttúrulega í hvað, og svo var hún bara olbón í Já, já, andliti já. sko ég var bara ok, þetta er rúst já. þú veist, Þetta er hún eitthvað. var að stjórna Þetta var skrítið sko, Bardaganum, hér sko alltaf að já. fara eitthvað gókuplata eitthvað svona, en hún bara læsti Já, báðum, já. hún var með sko Og hinn var föst. triangle með báðum höndum inni minni mig. já. jú, hún var með báðinni Já, já. svo skipt hún yfir í triangle fyrst var hún bara með lappirnar svona Báðar inni saman og svo undir. og svo fór hún yfir í og tók hérna svona triangle Doppel gókuplat nei, hérna, og hún bara fest hana svona nei, hvað heitir hana, Eddie Bravo dæmi. nú er ég ekki viss veit ekki hvað heitir nei en Double mér Eddie fannst Bravo sko, dæmi. mér fannst frumleg heitin mér fannst Pínu ósakett að Silva tapa þessu já, mér fannst hún betri já, er þú ekki pínu Karin Silva maður? hef ekki verið það sko Nei. yfirleitt finnst mér bardaðinu að ferga leðilegir já, og mér finnst hún þú ert Natalie Silva maður? já, já, ég er mikill Natalie Silva Já. hún er með she's got some skills já, og hann tar aðeins upp á hausinu en hún er með skills ég skil ekki hvernig Silva tapaði þessum bardaða nei út af því að hún reyndi söppin hún var að nútrúlæsa í gólfinu þannig að hinn gata eiginlega gert neitt þú veist, þóttu hún hafi náðinu niður það gerist ekkert meira og þegar það voru standandi þá var Silva ekki alveg týnd nei, þannig að mér finnst hún að hafa unnið þetta sko já ég á einhvern veginn erfitt með að hérna
Ég veit ekki, ég er ekkert sáttur, ég er ekkert ósáttur Nei. Ég dottaði svona 3 yfir barðan þannig að Já getur verið að það hafi skekkt þetta aðeins sko. Ég það er spurningu sal Hver vinnur í sjómann Big Red eða Heiðar? Ég Það er ekki eins og spurning Ég veit ekki, hver spyr? Einhver Birkir Guðmundsson Seta 6 stíð Það er ég Heiðan ekki, hann telur sjálfum sig sigurlíklegri Big Red, þú hefur enga skoðun á þessu No comment Þú svarar engu spurningum Ok Við getum látið reyna þetta eða vel sko Já, það er að útkláða þetta Gaman að þessu Við fengum svo Jai Herbert á móti Mandel Nallo Það var skemmtilega bara það var þetta sko Já, það var rosa mikið svona Call an ambulance, but not for me Já, greiðin allum Já Þetta var pínu vond Hann var svo með þetta í hendi sér Já, þangað til Hann var bara einhvern veginn Þannig hann bara vóðinn og bara með hökur á undan sér Já. Og bara Jay Herbert þurfti ekki annað en að gera hann að droppa hausnum og setja hendina upp Hann kildi alltaf Já. Hann bara lappaði svo fast á hendina á honum að hann rótaðist sko. Já Það var Hann gjörsamlega steinlá Já. Og brölti út úr búrinu sinna Já, en ég held samt sko Það að var fljótt upp sko aðeins plataðan sko Þú veist, þegar hann sló hann að Herbert niður í fyrsta eða svona þegar Herbert var næstu í dotti niður í fyrstskiptið þá sá maður að Nello var bara ok, hann hitti hann en þetta var slip þú veist, hann misti þú veist, bara jafnvægið, ekki út af högginu heldur, þú veist, út af bara, hann var ekki með fætina rétt þannig að þú veist, ég held að hafa eins plataðan og hann var höndunum og bara ekki klára og Herbert bara nýtt sér það Já, þannig að ég orðið aðeins og æstur Já. Þetta var nefnilega sko, hérna erum við að tala um sko UFC debutant sem að ætlaði að make a statement Já. Og svo bara, þegar það klikkar, þá klikkar það svo hart sko Já, ég menna þú þarft ekki að hlaupin með hökun undan en þótt þú sért heldur ekki að fara að taka eitthvað sambandans, skilur það er til millivegur hana það er til, þú veist það er Það að vera gerði bara flott sjó sko Það var ekki ykkur bara það Er tala um þessi? Var ekki þessi? Jú, ég samanlega Þetta var mjög skemmtilega bardagi og var líka bara slögg þeir voru, það var engin að fara það var engin sem labbaði inn í þetta búr að fara að sætta sig við eitthvað annað heldur en stoppage það var augljóst 100% Þeir eru bara að vinna fyrir pinninginu sko Já. Ég elska svona gauðra sem við bara koma inn og bara ég er ekki á tíma að kaupa hérna og bara slug it out sko En ég meina, mér finnst bara hlutabrifinu báðum að rokið upp Ég er það samanlega Ég er bara peppaði fyrir báðum sko Sko ég er svona að pæla hvort er betra sko upp á damage og laun sko að fara bara inn slug it out og bara einhver rótast á 5 mínútum þú veist eða að taka damage steady í 15 mínútur straight skilur hvort er bara betra að herri ég fór inn og ég rótast á 1 mínútu versus ég tók steady damage í 15 mínútur Ég held að það sé betra að rótast Ég veit það samt ekki en ég er að giska sko Ég held þú fáir alltaf pínur hristing á heilan svona, þú veist kannski ef þú ert í gennum 3 lótur þá ertu kannski að fá hristing á heilan 4 til 6, 7 sinnum hristing í heilan Já bara þú veist, þá ertu að fá það fast högg að það kemur reyfing á heilan að þér inn í kúpunni Höggi sem kemur eftir þú rótast það ætla er sem að skaða með sko Já, það er enda alveg rétt sko Kemur eitthvað Já, menn það að eftir þú rótast og hann fylgir eftir og Svo áhverju pæling það er sko höggi sem að koma til í glímu þau skaða meira heldur en í boxi sko Í glímu? Ha? Já En hvernig veistu það? Það var tala um gauð sem er að vinna einhverju verkefni fyrir svona heila hristing og svoleiðis hann sagði mér að hérna högg sem þú sérði ekki eða veist ekki á í íþróttur sem að þú ert ekki að búast við þessu þú finnir meira fyrir þeim heilin er meira tilbúin í höggin í boxi og því sko Núna byrjar að halda sér hann er að reikna með ykkur sko Það meikar svona 100% sko Plús þannig er að þá ertu meira tilbúin búin að æfa hálsinn á það sko Já, ég skil Eða ekki, þú verður að sleika hárið upp svona einu sinni Þetta er hérna og með svona 1 lokk sem var bara eins og horn Það var svona something about Mary dæmi sko. Það var hann öfinsökur sko Já, bara Hann sko alltaf þegar ég kem hérna þá talar hann hárið á mér svona 30% á tímanum Það er svo versta lígi sem ég heyrði á ævi Alltaf að reyta Þetta er svona léður lígi, ég er bara reyður um hvað það léður lígi hérna, getur ekki Hann er bara fann stað Getur ekki byrjaði slitið Veit ég maður Já, einmitt
bara afbrýðisamur sko. Ég er bara fróði fellandi sko. Þetta býði honum alltaf hárnæringu þegar við erum, þú veist, í gimminu eða eitthvað saman og hann bara, sjampo hárnæringu? Nei, alveg rétt, þannig Þú veist, þú ert einn með hárna, sko. Ha, Við erum tveir, ég veit að þið náttúrulega hafið ekki notað sjampo eða hárnæringu. Við hugsaðu, ég er að standa undir öllu kostnaði við að flytja inn sjampo og hárnæringu. Já, það er enginn að biðja þeim að gera það. Þú ert að gera það bara að fúsum með rólinu vilja. Það er spurningu svar. Hvað er Big Red að kjamsa á hversu mikið prótein getur sjóari borðað? Hversu mikið prótein? Já, þetta er lúmst svona Mikið. mikið. Ég ætla að segja þetta svona lúmst gay spurning sko, en Hversu mikið prótein getur sjóari borðað? já. Mm. Er þetta eitthvað svona semen? Ég var að pæla, þú veist, hvað er margir borð í bátnum þá? Þeir er alltaf svo veikir, sko. Já. Því ég menna, Það er Big Red segir mikið. ef þeir standi í röð Já. einu svona dag, þá ertu alveg að fá 160 til 180 grömm prótein út af því, eða ekki? Pluss stofnfrumur líklar. Ég er Þið þurfum að við snú öll það. Það er ekki þetta ég vissi að það sko. Það sem gerist á dallinum stegis á dallinum. Þið er ekki að ráðna sko frá eira til eira og vera svo að neita fyrir þetta. Núna, sko, það var svo gott fyrir að vera með hár núna, svo svona, það myndi ekki sjást hversu mikið út á róðuna. Nei, Svona eins og, það er hann samlitur hérna dúk. já, nokkulega. Mjög Big Red kom inn í fyrirlitina, sko. Já. Herri, gaman að þessu. Akkur fyrir við alltaf að dissa Big Red eftir hvern einasta tala Jack Herberts? Já, og dissum Big Red. Herru, það var svo- salurinn sem var að dissa hann. Meira Já, heldur það en er ég. Þetta er ekki diss. Nei, þetta var ekki diss. En Big Red getur borðað mikið prótein per dag. Herru, það var Fight of the Night. Charles Dudane á móti Kyler Phillips, Já. sem var, jafnframt, kallað Robbery ársins. Myndið þið taka undir það? Nei. Ég meina, mér fannst þetta ekki eitthvað brjálæslega mikill munur, en Nei. mér fannst Jordan vinna þetta. Já. Hann tóka bara, já. Hvernig var hann aftur? Sko, Þetta var bara 3 lótur af back and forth. já, Phillips Glíma vildi á- glíma mikið. Fyrsta lútan þá var Phillips bara með einstefnu. Gilotíngaurinn hana. Já, með- Jordan var með Gillantín-gaurina mitt. Já. Já. Sko, í fyrst, Sens, sko. Mikið að tilhörnum, já. mikið að söptilhörnum, sko. Já. Það voru nokkrar. Fyrstu lútan er Phillips, 100%, en það held ég að voru ekki dómarinn alveg samanlega því að... Jú, Phillips fær fyrstu lótu á hjátndómurum, Mér- en síðari 2 fara... Mér fannst Jordan vinna, sko, mér fannst hann vinna 2 close og 3 ekki einu svona close, sko. Nei. Það því bara, hann var miklu meira krisp á fótunum, hann var að hitta meira, Phillips var svolítið bara að slá út í lofti þegar hann var standandi og eftir hann sprakka á þólinu, þá bara var glímutilurinn bara til þess að tefja. Þær voru ekki til þess fannar að fara að taka hann eitthvað niður og gera eitthvað að viti, sko. Nei, ég er sammála því, sko. Charles Dudane sigrar á öllum significant strikes metrics í, þú veist, í 2 og 3 skilur, en ekki í fyrstu lótu. Svo stöttin benda allt til þess að þetta sé bara réttur dómur hjá dómurunum, sko. Ekkert svona út á það að setja, sko. Hverju voru svona brölaði? Við segjum bara netverjar. Já, ok. Það var ekkert eitthvað hérna, ég er ekkert að fara að segja eitthvað hérna, Kristi 69 var brjálæður og Nei, ég er að Doddi. pæla hvort þetta sé innlent eða erlent, sko. Já, það var svona, kom allan af svona erlendum Instagram-miðlum Já, og svona já. komið póstar, svona robbery. Já, Menn voru væntanlega bandaríkjamenn töluvert. Já, Því að þeir hata Hata af Kanadamenn. einhverjum ástæðum hata er Kanada. já, af hverju? Er Út það af eins og að því að- eiga eitthvað svona fullkominn bróðir og þú bara hatar hann fyrir að vera Já, ég held að þetta sé bara sama ástæðu okkur frikkitur hatar Jón Jónsson, skilur Ég þekki hvoruga en ég gerir bara ráð fyrir því. Já. Ef ég myndi hata ef Jóns að vera bróður minn, þá myndi ég hata hann. Hann er 1,95 á hæði, ljósar er fallegur og kann að syngja og fyndinn og ég er hata hann, sko. skemmtilegur líka, þú veist, ég bara hata pínlítið eftir að hafa sagt þetta, sko. Með húmor fyrir sjálfum Og Frikki er, þú veist, 1,72 pínu bolli, skilur Já. dökkarur, semur rosa góð lög en ekkert rosa góður í að syngja. Nei, ok, nú er ég Djók, sorry. Já. Viltu ekki bara vera með svona ditt eigið idol podcast? Svo segja hann takki bara hellingi back líka, sko. Jón Jónsson, Jón Jónsson. það kemur ekki orð. Nei, en það hann alltaf bara, var hann ekki að spila fyrir FO líka, var hann ekki mistað? Jú, hann var bakverður í FH Já. og var bara góður, sko, hann var í Pepsi og þannig að hann er svona þessi fullkomni gaur sem allir kallmenn bera skildurefni til að Til að hata. hata. Já. Alltaf brósendu, bara einhvern veginn vinur allra. Já, jú. Já.
Djöðan og það og er að sætast í strákur á Íslandi frá því hann var 16 ára með spangir í Vestló sko. Já. Þá byrjaði hattan, ég manna þá eins og við gerst í gær. Þetta alveg sko djúpt frá þér Já. Þetta Ég vakna stundum og nótti bara, nei, Jón, nei. Og ég var að lemja Hver sæði þig Þetta er alveg En svo er hann líka óþólandi skemmtilegur. Hann mætti á árshátíð og maður er svona, maður ákveður alltaf að svona fólk sko séu fávitar eða leiðilegir og það sé eitthvað að þeim, eitthvað alvarlegt sko. En svo er hann skemmtilegur onni í þetta allt sem er óþólandi. Það er óþólandi Djöðar ég til að vera með bara geðgja hár og blá augu og fallit bros og óksla fyndin og skemmtilegur og Ég væri til að vera með hár. og bara góður í fótbolta og bara góður í jitsari og eitthvað svona fullkominn pakki Já. og alltaf í kvildapuls í öllu sem ég geri En þá hugsa maður, hvað er það þá? Þú veist, allan sem er sweatshop í kjallarann sem fara að flytja inn bara börn frá Víetnam og er bara með þau innir í kjallar sauma föt skilur fyrir nær. Allan það er eitthvað king skilur. Það er einhvað. Það er engin svona fullkominn án þess að vera með þú veist, Nei. einhverjar stelpur læsta niður í kjallara Nokkrar. Þú veist, já. Það gæti verið eitthvað svona Já. Augbrýr upp, nákvæmlega. Við skulum ekki segja. Nei, við skulum ekki segja. Skulum ekki segja meira. En augbrýrnar eru komnar upp. Þetta er samt UFC podcast. Já. Það 50-50 sko, það er svo ekki gals í stúdíónu sko, það er ruglið. En sko, ég er sátt við að Charles Dane, ég er sátt við að þetta hafi verið fætanætt sko, það var góðu fæt sko, Já. en ég er ótrúlega lítið að það hafi verið eitthvað robbery. Algjörlega. Charles Dane var mjög skemmtilegu barnamaður og Já, en er þetta ekki bara Bandaríkjamaður á móti Kanada? Þetta var, þú veist, einn tók eina lótu, þú veist, Bandaríkjamaðurinn tók fyrstu lótuna clean, önnur lótan var jöfn en Jordan tók hana og þriðan var nokkuð augljóslega Jordan, minni mig að vera þannig. Er ekki þá allir Bandaríkjamenn að fara að hatta á þessi úrslita? Jú, þetta er líka bara einhvern veginn Kyle Phillips sem bara svona gasar út, skilur, akkurat miðja aðra lótu. Já. Þá fer þetta svona að snúast og þá er það bara samkvæmt, skilur. Algjörlega, og þegar þú kannski ert allan seinni helmingin af bardaganum svolítið undir, þá er það svo erfitt að verka, ég vann þetta samt sko, ég byrjaði betur, en þú veist, endaði þá var hann að drepa mig sko. Já. Það er erfitt að raukstiða það. Hvað finnst þér? Já, þú tapar síðustu lótinni. Það er svona, sko, hann man fólk eftir því, sko. Já, var það ekki þannig í Pride? Minnir að skorkerfið í Pride hafi verið þannig að síðasta lótan hefði meira vægi heldur en sko. Heldur fyrsta? Fyrsta og annars, já. Mér minnir það. Já. Herru, það er spurningum sal. Varst mikið að leika með eistu í Íslandi? Ég held að við varum að spyrja þig þegar. Ég var ekki í Íslandi, þú varst í Íslandi. Já, stuttarið er einhver laggi í Þú varst með Villa þannig, já. Já, það er eitthvað smá laggi í streyminu. Það er bara því að við vorum að hækka myndavéligæðinu og náðum ekki að koma merkinu út úr húsi nógu vel. En við bara minkum myndavéligæðin aftur í næsta þætti. Þetta er ekki nógu gott. En alltaf leið, ég var með Villa. Ég lék lítið við Eistun og Villa, sko. Konan var á svæðinu, sko. Já. Þannig voru að deila. Það er ekki þörf fyrir þig. Nei. Hvort tókstu þá mótnana eða kvöldin? Skilur, hún hlýtur á þetta ekki annað hvort þú hitt? Í ballsplay? Já. Góð spurning. Ég held að hún hefði ekki bara bæði því að ég var aldrei kallaðar inn til að fæða Eistun og Villa, sko. Og ég er dræ, sko. Ég tók bara 1 session, sko. Á sjálfum mér. Já. Og Þú varst að segja mig frá hann. Já. Og maður ekki miðskildur samt, sko. Þetta er bara kryptik að maður ekki miðskilja. Nei, ekki, hvað má hann ekki miskilja? Þú hafa verið að segja mig frá því á hann eða Já, er eitthvað annað sem má að gera taka miskilja? Eistun á sig, Já. En nei, ég fikk það ekki í mörgum eistum í Íslandi. Góð spurning. Já, þetta er rosa mikið af hérna. Ég var með að hugsa um þetta, ég þorði bara ekki að spyrja þannig að takk fyrir þessa spurning sær. Já, mjög gott. Herri, hérna, Nonni versus Heiðar by Take Hands Big Red. Ef ég og Heiðar myndum mætast með maðurbar sem planið er í júlí, hvað heldur Big Red? Hvernig sér fyrir það fært? Vil ég vita það? Já, ég vil vita. Og það er tilbúin alveg, sko. Já, herri, þú ert búin að horfa á Heiðar, þú er búin að segja, það jigist upp í það, sko. Hvernig heldur þú að þetta fari? Leikur haldi aðeins, hugsa aðeins betur, sko. Nei, þú veist, það er spurning sal, sko, þú svarar bara sem fyrst. Sko, er þið MMA eða? Já, það er það, Sko, Nonni er að fara að jarða því í glímuöllana, sko. Þú ert ekki sensar, hann leikur sér að þar. Leikur sér að mér? Já. Ok. Það er gott teik. Það er bara hann. Ok. Það er spurning hvort ég verið gítur í smettið þann, sko. Já, ég veit ekki ná mikið, ég hef ekki séð stræka alveg, sko. Þú verður að segja hana hvor. Þú getur ekki komst hjá öllum spurningum. Þú ert ekki frambóði hérna. Það er enginn að bjóða sig fram í annarsæti og við Já, en sko, ef Nonni nær sér niður, þá er þetta bara Nonni allar leið, sko. Það með sub eða? Já, hann bara ræði því ekki, sko.
Ok, ég er að skynja mikið vannmatt hérna, en það er mjög gott. Ég kann að meina það. Einu ekkert vann. En strækinglega sé, sko, ef þú nær að halda þessu standardi, þá ert þú sterkari þar, sko. Já. Já, það er svona 50-50. Ég held að bara grapplir við þessi slækjar. Þannig að bara hver... Er ekki ofta skaplega sem vinnur það? Sko, hann er svo þurr fiskur á landi, sko, í hérna niður. En þú get gætið náðu þessu niður. Já. Ég held ekki það náður. Fyrir fiskur á land. Já. Þú ert meiri keppnisir. Ég þarf að fara, já, þú myndir alveg miklu meiri keppnir en það, sko. Já, það ekki, ef ég ekki kæft með Jú, og ég meina, mér finnst alveg gott, ég myndi segja að þú væri favorite. Já, þú myndir segja það. Ekkert eitthvað bæ á enslætt, ég held að ég veit að ég vinn, en ég held svona að þú veist, hinn almenni borgari sem að þú veist, er bara að kíkja á þetta í gennum gleraugun, skilur, það myndi make a sense, þú er búin að æfa rosa mikið síðustu 2 árin, alveg bara nánast daglega, þú er búin að vera í einkaþjálfun hjá einhverjum hjá Villa, sem er geggjaður, þú er búin að vera að keppa út í heimi núna í Jits, þú komið keppnisreynslu, búin að hrista þig svona, já, búin að hrista þig svona þennan skjálta, skilur, sem ég hef aldrei verið að keppa í neina þessu. Nei. Jú, er alveg kæft í Jitsunu, Einu sinni á Hvíturuleik fyrir 4 árum áður en í fótbolta, já, ok. Nei, svo kæftum við saman, við kæftum saman eftir það, á Hvíturuleik. Þegar ég átti glímuna mína á móti Þresti, þá varst þú Já. Það var svolítið vel stífur og gasar í höndunum. Hvernig fór svo glíma? Á móti Þresti. Hún fór hérna 0-0 í framlengingu. Svo eftir framlengingu var 0-0 og svo vann ég á dómara ákvörðun. Já, þetta var samt leiðilegasta glíma sem ég Þetta var leiðilegasta glíma í sögu Hvíturuleiks. Já, ég held að hafa ekki skipt stöðu einu sinni. Jú, en ég, sko, Þröstur púlaði gard og ég reyðast að baki á honum. Svo hringin og reyðast að baki á honum og glíma hann í. En ég heyra að ég þarf að fara að mæta á glímaöngu í Reykjavíkum. Já, þú er Fyrst það er sagt, sko, fiskur á þurr, ég veit ég er ekki góður í glíma. Eða belja á svelli. Fiskur á þurru landi er svolítið djúpt í árin að teki, ég þarf að mæta á einhverju, ég heyri það. Ég ætla ekki að skrifa þig, sko, þið vildum að svar. Já, 100%, ég bara fara að mæta auk og afsanna þetta. En þú er semst á nonnavagninum? Ég veit, ég held að þú Segðu bara já. standardi, sko. Ég er það. Það staðfest. Þú stæðum að gefa meira tíma það. En ég held að glíma, sko, ok, tveir byrjundur og annar kann að glíma, þá er bara glíman að vinna, sko. Ok, samanlega. Herru, það er gott tek. Þannig að þú getur bara, hefur tíma til að steppa upp. Já, Og Nonni líka. Ég hef líka tíma til að mæta glímaöngu og afsanna þetta. Já, miðvikudaginn. Það er bara gaman miðvikudaginn. eða næstu viku. Klukkan 6, annars 6 á miðvikudaginn, eða næstu viku. Annarkvort, ég mæti. Ok. Ég er ekki góður í glímu. Nei. Ég ætla ekki að reyna að ljúga þessi góður í glímu. En fiskur á þurru landi Eða belja á svelli. of mikið, já, þú veist það er ekki auðvitað að taka mig niður til dæmis. Eða skunkur í rúsabana. Og með minnur í hvert eina skipt sem við höfum glímt, þá hef ég ónað þig, sko. Ónað þig. Sko, Það er rétt, þú hefur unnið. Ónað. Nei, þú hefur ónað eða unnið, verið betri, verið ákafari. En síðast þegar við glímdum, þá leyfði ég þér að gasa út við að passa gard. Og þú snérir mér á staðinum og ég hugsaði með mér svona, já, Býtu, hvernig á það? þetta er ekki mikið. Það er nú alveg komið rúmt ár síðan. Meira. Jú, örgulega meira, sko. En ég man, sko, þú mættir á það æfingu og þú gasaði út eftir svona 2 lótur að þú varst alltaf ákafur. Já, Og ég setti eitthvað nýsíld og þú hljóst hringinn og ég var svona kúla á jörðinu og þú bara og ég bara eitthvað Já. og þá var ég svona, þú veist, þú vannst glímuna en þetta var ekki, Nei, ok, ég var búin að gleyma þessari. já, Ég var búin að gleyma en vissulega, þú varst með toppstöðu og Já. þú varst að smassa mig en eittir rosalega mikið orku. Já. Strækjan, þú ætla ekki að vera að eyða tíma í glímunni, þá er það bara að eyða svo miklum tíma. Málið er, sko, ef ég myndi komast yfir á stöðu að Nonni var á bækinu, þá myndi ég ekki vera að reyna að passa neitt gard, sko. Ég myndi bara að koma í halfgard og síðan myndi ég bara kýla í andliti. Ég var ekki að reyna að koma í einhverja stöðu. Nei. Ég myndi ekki að hugsa það, sko. Bara halfgard. Ég held bara að gasir út í glímunni. Getur verið. Það er allt annað, sko, andartakt, það er svo erfitt að skipta milli, sko. Algjörlega. Ég þarf 100% að fara að mæta og glíma einhver að koma mér í þetta glímu, sem sagt, kardió. Það er mjög ólíkt, sko, mjög ólíkt kardió sem við notar glímu eða boxi, sko. Já, það er rétt. Herru, við höldum aðeins á, Já. það var góða pælingar. Herru, Olbist Box, sko, Það hætti á toppnum, sko. Fiskur og þurru Davis Raps, Geitamarki, Brynn, Birkir Guðmundsson. Nonni er mikið að kippa í hann í MMA-fréttaferðum, staðfestin í sögu. Takk Birkir minn, en það er ekki rétt hjá þér. Þú maður leifir sér einu sinni, come on. Ég var einmitt að segja, varst ekki bara, já, ok. Já, þetta er einu sinni moment með konunni minni. Svona. Já, það var nú bara fallegt. Það var samt ekki fallegt maður, djöfull var óþægilegt maður. Ég fyrst að hann er komið með þetta í chati, hann Birkir. Já. Það var einu sinni hann í Nottingham. Já. Og þurfti ég aðeins að rub on out. Svo gerði það bara í handklæðana. Svo skammast ég mig svo mikið af því að Biggi var sérstaklega, sko, ég sendi Biggi niður í lobby og hann átti að chilla þar meðan ég var að tala við konuna mína. Svo sendi ég hann niður í lobby og Biggi var að segja, mátt ekki kippa í hann. Ég bara, engar áhyggjur.
svo alltaf gerði ég það og tróð handklæði svona bak í rúmið mitt svona í hot svona við rúmið og skildi bara eftir þar og gleymdi því þar og svo var að tekka út daginn eftir og þá skildi ég eftir svona rúmpullu við handklæði þannig að þærtan myndi alveg pottitt finna það og svo var að labba út þá þurfti ég að svona óvart svona þurfti ég að horfa í augun á þærtunni sem var bara að taka til handklæði mitt þá var maður svona og þú veist, hún einhvern veginn svona horfði í augun á henni og hún á í mig og tekur hún upp stökkt handklæði já, ég veist mér svona crispy og svona, sorry stendur svona úti eins og fáni hún bara það bátti gæði og horfði í augun á hann greið já, svona er það takk Biggi minn fyrir þetta yndislega komment herru, Mike Malott með Gilbert Burns var main event kvöldsins kom einhverjum óvart öðrum með mér kom Mike Malott slæði ógeðslega fucking fast nei, það kom mér óvart kom það þér á já, þú veist, ég slæði hann slæði fast en bara hvert eina skipt sem hann snerti Gilbert Burns og snerist hann annars bara 180 sko já þetta var svakalegt þetta var líka Gilbert Burns byrjaði bardaðan rosalega game Já. eins og hann ætlaði svona eitthvað ég Gilbert Burns, já, sér síða svo bara eftir 2 mínútur og aðdæknum bara nei takk þá bara var hann, ég vil ekki vera gildur hérna nei, bara hundurinn er farin Yep. hann var bara svona farin í survival mode Já. og það var vant að sjá hann bara já, út af því að ég er mikill Gilbert Burns maður já, ég hefði viljað sjá hann retire eftir sigur já, það hefði verið gaman en og þarna var hann bara þetta var bara einstefna sko. Mallo er bara ég veit ekki, kannski hans er bara líklegast í gaurinn fyrir utan Strickland til þess að eiga eitthvað breyki í Kamsat því að hann lúkar sterkur, hann lúkar stór hann kýlir fast hann var með fína felluverð í þessum barða er ég eitthvað ruglað? er þetta ekki welterweights? Jú, fyrir getur welterweight er það ekki? Jú, ég var búin að gleyma Já. að Kamsat fór niður til að kemja mútið Gilbert já, en Mike Mallo er stór sko Gilbert Já. er líka legend sko hann er Já. ekki skemmtilega fættur sko. mér finnst sko rekord hans einhvern veginn ekki sko, hvað hann enda núna fyrir hvað, 22-10 mér finnst það einhvern veginn ekki endurspegla svona hvað hann er raunni góður og hvað hann hefur verið mikið legends Nei, hann var svo lengi bara að keppa við efstu gaur og bestu gaur í heimi sko já, þú veist Já. þegar mætti Gunna Já, þá var hann einhvern veginn bara svona svo ógeðslega prime og þá var maður bara þessi gæri óstöðandi já, já En svo lenda er allir, þú veist það er alltaf en stærra hann var í flokknum fyrir neðan ekki lightweight, ekki verið já það ekki kannski ekkert með eða hann fyrir ofan nei, það var Hann ekki Ég man Komin bara upp eftir með honum í flokk Vesturveit en það gæti þegar fórum til Gunna já, það sjáum bara hérna hvað hann byrjar í ferðan, það gæti alveg rétt hjá þér, hann er lítill skilur Já. Já, hann þetta er er lítill hann virkaði miklu minni en hinn í gerð sko Já, mikið sko Já, ná. Mallo bara lúkaði bara eins og okkar monster sko. já, hann kom inn, hann barðist fyrsta bardansinn í 1.56 sem er lightweight þannig að það er rétt hjá þér það eru Big Red eftir að vera kallað Big Brains Já Gleymir engu sko Glei, mann eins og já. Það er rétt, hann ætla að byrja sem lightweight en það er hann er til dæla lítill Ætti að vera lætið hann er, Já. hann er ekki lightweight sko. en er svona, það er bara svona Gunna skilur, þegar Gunni hefði eiginlega átt að vera lightweight Já allan daginn sko Nú, ég svona, hef viljað sjá hann fara niður sko Gunna Já ég held að hann að valtaði flokkin sko já, ég held hann að það er störriða flokkin þar bara sem svona pínu sem væri bara aðeins stærri og massaðari skilur Já en á sama tíma það var bara einhvern veginn Gunni það bara flott fyrirmynd skilur, hann lætur ekki hafa sig út í þetta Já, bara hugsaði vel um sig hann er að fara að lifa með því núna Já. hann var að hugsa þokkalega vel um sig já já, þessi weightcutter er náttúrulega dauðinn sko. sjá suma þessum mönnum á viktinni maður sér alveg bara ok, þetta er að skafa alveg 1,5-2 ára lífið þínu þetta sko 100%
En það er samtilega bara, ef þú ætlar að fara lengst í þessu, það er samtilega bara að gera svo hinn að gera. Já. Það er ekkert að... Nei, en við förum yfir sko síðustu 5 hjá Gilbert Burns Belal Mohamed, Jack Della Maddalena Sean Brady, Michael Morales og svo Mike Malott. Það er bara allir Þetta er klikkun sko Allir sem er eitthvað Það er svo næstu 3 líka Jorge Masvidal, Neil Magny og Kamsat. Emmett Þannig að þetta er bara, þú veist, þessi gæi er bara að vera bara ruggla, sko. í ruggluðum við. Bara í toppgaurum Já, Bara, endalaust. Þannig að það er ekkert skrítið og Hvað er sért maður að keppa með oft um beltið? Hvað er maður að keppa oft um beltið? tvisvar Ekki bara einu sinni. einu sinni Útlei En bara þessu beltið með því Úsmann Já. og Útlei. Woodley var ekki beltisbardagi. Jú, það ekki. Hvað segir Tap? Tapology segi nei. Nei, ok Já, ok. En Þannig að maður að keppa um marga sem voru með beltið, sko. svona Hann er búinn að vera lengi svona, þú veist, dyravörðurinn að toppgaurunum í sinni veikt. Enda, þú veist, Hann er búin að vera bara... búinn að keppa alla gaur alla eitthvað áfram, hann hefur þurft að keppa þá. Þannig að það er ekkert skrítið kannski hann sem er 10 töp. Já, hann er ekkert sloppið Nei. eitthvað easy fight, sko. Nei. Nei, þetta er ekki Moicano. Nei. Money Moicano sem bara Já. og kólar svo bara út alla sem hann tilur easy fights sem er svo geðvitt nú. Ég myndi svo að gera það líka. Já, Bara make a money. já, ég er að fara þegar við erum búin að berjast þá þegar kalla eftir bygga. Var þetta ekki easy fighting sem varst að taka? Þetta? Já. Jú. Hvað er nú með pínu punkt, maður? Já, ég get borðað easy fight. Já, badass. Badass. Shit. En hvað, er Ella að fara slátra bygga eða öfugt, eða? Eller á vinna. Sko byggja er hjartveikur. Sko, ég myndi frekar setja stuðul á, sko, hverju líkundan að byggja hætti við. Já. Ég held að það væri veðmál sem að væri áhuga. Það er svona 1,10 á að byggja púli út. Já, Púl og það á er svona púlur. 3.50 að hann gerir það ekki, sko. Já. Yes, 3,58. 8. 8. Svo er byggja en jú, held þessi rétt. Þannig Eða að- Elli, sko. Ég veit ekki. Ég held að Elli sé aldrei. Ella langar bara að leika sér, sko. Já. Hann er bara svolítið samastað og ég, sko. Já. Hann, Hún er með drullu saman. Sko. já, drull, sko, eins og við vorum að tala um það mér, sem við vorum að þessu mútæt og þetta í Já. FBC, mér er drullu saman hvernig það fer. Ég vil bara leika mér, ég vil bara fá smá opeldi og fara í þessar aðstæður og aðeins að kýtla pinnan, sko. Þangar til kemur að þessu þá... Kýtla pinnan? Já, Þetta er hljómar illa, sko. þetta er notað þegar fólk er að keyra hratt, þannig ég er að gefa svona racing, svona. En ég veit að þú skilur ekki svona íþróttasamlíkingar mikið, nema það séu bara eitthvað sem snúast um að faðma menn í örðinni, skilur, en þetta er svona íþróttasamlíking. Einmitt, að kýtla pinnan. Já, að keyra hratt. Keyra hratt. Já, þetta er svona racing. Já. Þessu stressaður eftir fyrir bardagina. Ekki neitt. Nei, það var svona svipuðu leveli. Já. Ég er bara Ég held að þetta verður bara skemmtilegt, sko. Já. Þangar til lappið. Það verður alltaf pínu jitters, held ég, áður, svona, kannski nokkra daga áður og kannski þegar maður er að fara að lappa fram, ekki inn, þú veist. Ég held að þegar maður er komin svo inn í búrið, þá verður þetta aftur bara skemmtilegt. Já. Eða þeir eru fáið fyrsta höggið eitthvað, sko. Já, ég hugsa að þegar fyrsta höggi kemur, þá er maður svona, fuck, ég ætla að glíma. It's real. Já. Að því að ég var að taka vorum að æfa saman, ég og Heiðar aðan. Það er fucking power í Heiðari, sko, þegar kemur að höggunum, sko. Já, voru að kipa sæðingu. Já, það var bóksæðingu bara fyrir stótt. Já, það er nú alveg smá párið þar líka, sko. Já, ef ég Meira heiti enn í vel. bjóstu, sko. Já, ef ég heiti vel. Já. Ég er bara aðeins Og líka, ég held að þú væri kannski að íta en þá svolítið, en þú varst alveg að sneppa aðeins högginu og svona. Já. Þannig ég held að þetta verður skemmtilegra heldur en ég held að verði skemmtilegra heldur en margir reikna með, sko. Já. Ég held að verði bæði jafnar en fólk reikna með og ég held að þetta verði aðeins skemmtilegra að horfa á þetta, sko. Já. Það verður, það verður svona stöðu bara. Verðið með legglífar eða? Já, hún spæðir að fá þess að sokka þarna Já. GFN. Já. Við erum bara með svona, já. Þannig að það sé nú alveg fallegt að horfa á. Já, bara lítið. Já. Litla legglífar. Ekkert sem er eitthvað fyrir. Það Heiðar eru mjög spenntir fyrir því að leggja ykkur mig. Þannig við viljum ekki hafa neitt. Ég er að fara að sparka, já. Já, ég veit. Já. Ég veit allt um það. Okay. Ég þekki þig. Ég en ég er mjög Það er skrítið samt að berast við ykkur svona góðan vinsinn, sko. góðan, meira kunningi kannski. Já. Já, ég meina, þú veist, hann alltaf
Var að tala um mömmin á hann, sko, þetta ekkert mál. Já, hann var að tala um mömmu mína frá árið síðan, skilur. Ég veit það, þannig að þetta bara við jöfnust út. Nei, þetta jafnast allt. ég meina, þú veist. Þetta bara góð saga og hafa gaman að þessu, en ég ætla að ég samt alveg komin til að berja þig, skilur. Já, það er ofbeldi. Ég er að fara að taka þátt í ofbeldi. Já. Það verður blóð í striganum. Það er eina markmiðið mitt með hana. Það verður blóð í striganum. Það er svolítið skemmtilegt. Það er nefnilega ekki markmið mitt. Markmið mitt er að það verðist clean og surgical. Já, ég vil ekki hafa þetta clean og surgical. Nei. Ég vil hafa þetta dirty, ég vil hafa þetta blóðið, ég vil hafa þetta sveitt. Ég vil helst einu sinni eða svona allt verið svona svart fyrir augunum á mér, sko. Ég vil fara alla leið, sko. Ok. Ég vil fá full experience. Ég var nefnilega svona spenntur fyrir því, sko, að þú heldir raunin að deyði auðvelt og ég var svona spenntur fyrir því að þú myndir átta þig á að það væri erfitt. Nei. Og ég vil ekki klára þetta í fyrstu. Ég vil helst fara í alla 3 og bara klára alla 3 lóðunar og það er draumurum minn, sko. Fá alveg 9 mínútur af action. 3 eða 5. Er ekki 3 lóður? Nei, mínútur. Já, þeir sem 3 ár. 3 ár. Bara amatjör. Þannig ég vil fá alveg 9 mínútur, svona allavega 6, helst 9 mínútur af action út úr þessu. Ég vil ekki þetta klára þetta 90 sekúndur. Búr eða? Já. Er ekki maðbúr eða? Já, ætlum að reyna að plugga því. Já, það er svona hugmyndir um það. Já, þeir alveg verið jákvæð fyrir því hingað til. Það er bara að hoppa og hafa gaman að þessu. Já. Lega við hefum með þeim bara eitthvað til að... Ég spór líka bardaðar eða? Já, Elli og Byggi náttúrulega. Já, ef hann verður. Og ef hann verður, svo er sko, er ekki verið að gæla við eitthvað meira ef við náum að Það væri gaman að hafa 5. Já, ég var ekki að hafa eitt celebrity bara. Ef það er hægt að plata einhverju celebrities í það. Með ykkur huga? Já, ég kannast svona aðeins við Pretty Boy Choco. Hann er í þrjusu formi og hérna, ég hefði gaman að líka æfa þess með honum og svona, þannig að ég var til að fá hann. Já, það eru að finna tónlistamann sem er í góðu formi líka. Já. Ég held líka bara, hann er pínu móðafokkar, sko, hann leynir á sér, sko. Já. Það er öruglega ykkur til að dánlega hann, sko. Já, pottet, sko, alveg pottet, sko. Já, það var ekki ekki. En við bara reynum að finna ykkur að. Við getum að fá bent eða erp eða eitthvað á móti, sko. Nei, það var þessu gamli. Nei, erpur. Ég væri til að fá götustrákana, sko. Til að koma að boxa eða eitthvað. Já, veistu það, ég held að það geti reyndar orðið mjög skemmtilegt. Já, að fá annan göttustráki á móti honum. Eða þá eitthvað en er það á móti göttustrákun á móti hver öðrum? Já, til dæmis, eða eitthvað aðra heavyweights. Er þeir eitthvað að boksa það? Ég veit að þeir hafa gert eitthvað. Svo veitum það að Steindi Junior hefur verið að boksa líka og Steindi Junior. Já, Steindi, já. Það var ekki erpur og hérna Pretty Boy einhverju bífið það? Eða? Þú getur ekkert para þá saman í einhvern MMA-barda. Ekki? Er það að drepa erp? Hvað er erpur gamall? Hvað er erpur hann gamall? Hann er 50. Hann er búin að vera í Tælandi núna bara að stræka, sko. Eða? Já, ef hann líka búin að vera í einhvern tíma mjög kærra í vappis við. Og hann er búin að múttæk einhverju, hann er einhver 2-3 Hann mánuði er ekki 50 eitthvað, eða? Já. Er hann ekki 40 eitthvað, 45 eða eitthvað? 50, það ekki. Og líka, það er samlega bara gaman. Ég meina, ég er 41, sko. Já, en þú veist, erpur er gamall, skilur. Alveg 3 árum eldri eða eitthvað. Ég 4. Ég held hans í 79 Ef þú hugsa fyrir töluna, Það er aðeins á lifrinni. Það er aðeins, þú segja, hann er lífaður. Reyndar. Hann er gamall, skilur. Hann er búin að Hann er sann, sko. Já, ég er alveg trúinu, sko. Já, við finnum ykkur úr. Já, það verður gaman að hlaði í eitthvað svona celebrity fight að hafa það með á kvöldinu. Já. Er eitthvað celebrity hann úti sem er til í að skora á hérna Pretty Boy Choco. Já. Ég var til í að heyra því. Já. Þá geti ég farið með það til Patricks og aðtók hvort það sé ekki game. Já, ég digga það. En Jarlinn Alexander Jarl, já, hann er alltaf hrigalega góður í glímu. Hann myndi pakka hann Er þið það sangjant? Pretty Boy móti Alexander Jarl. Já. Er það Ég ekki meina bara bara- er það ekki svolítið eins og ég myndi lendi í einhverjum, þú veist, fá eitthvað sem er brúntbelti í glímu, skilurðu, og hann myndi bara fokka mér upp, skilurðu. Er hann brúntbelti? Hann er ekki blóbeltingur? Já, en þú veist, Jarlinn, Já. hann er alveg brúnt, sko. Síðast ég vissi að hann var fjólublátt en hann er alveg brúnt. en ég er líka með við það, sko, Hann er mjög segur, sko. Já. ég hef meiri reynslu en Patrik, Já. þannig að þú veist, það væri svona eins og ég var að já, það væri kannski einhvern aðeins jafnari heldur en einhvern sem hefur farið út í heim að keppa í hafi þetta sangjan, pínu sangjan. Það er að segja að hann sé bara ekki nógu að hæfa í að það komandi fættir að þeirra Ég held bara- pulsamótunum. Ég held bara að vera skemmtilegt að hafa það svona jafnara heldur en Ok, ég held að er Alexander einhver pulsu ég held að Alexander celebrity sem er sé til í að bara promóta ómikill glímum á það fókar til þess að Við viljum ekki strauja Chocobóin, sko.
Nei, já, ég er ekki að fara að segja það sem ég að fara að gera samt. Ok, fáum einhverja pulsu á mótunum. Já. sorry, Patti. Það hlýtur að vera einhver gæi sem er, en hérna klöptöpgurinn, hann alltaf efnir ekki viklega, Emma, eða ekki? Hver er það? Ég þekki bara Hvor klöptöpgurinn? annar þeirra. Annar, ok, það segir mér ekki mikið. Sá sem æfi glímu. Já, annar, Já, ok. já, gæin sem æfi glímuna. Já, ok. En já, bara senda hérna, skilabóð á lótun eða eitthvað, ef þau eru með hugmyndir eða ykkur eru áhuga og bla, þá væri gaman að hlaða þessi gang. Væri ekki líka gaman að fá eitthvað núr? Það vera kannski með eitt glímu? Já, má líka bara vera caseball. Já, ég er að segja, við getum haft eina glímu, eitt box. Þú veist, það þarf ekki alltaf að vera MMA. Nei, bara saman eitthvað superfight. Já, það væri geðveikt, sko. Já, það verður ógeðslega gaman. Við höfum eitthvað góða orku. Leggjum eirað við jörðinu og sjáum hvort við heyrum ekki eitthvað nálgast. Leggjum eirað við jörðinu. Já, heyrum hvort það sé ekki eitthvað gott að nálgast. Já, Það Eru áhrifndum með einhverja hugmyndir? Herri, það er bara opið. Það má senda á 50 lótuna og koma með. Til langar að vera með. Það má líka bjóða þið fram. Já. Í glímu, box eða MMA og við bara förum eitthvað saman. Nákvæmlega. Það verður bara ógeðslega gaman. Herri, hérna, svo er vel mikið allt kvöld. Það er aðeins að ræða main eventið í næsta UFC sem að veitu hvað er það þurr haldið? Það er bara Apex card. Hvað er það? Mér finnst þetta main event fucking geðveikt. Þetta er geðveikt main event. Geðveikt main event. Aljamain Sterling á móti Yusuf Salal. Þetta verður svo sexy bardagi. Já. Yusuf Salal er náttúrulega brjálæslega skemmtilegur. Já. Og Aljamain Sterling er það náttúrulega líka, þú veist, svona í seinni tíð. Það tók smá tímabila sem að var með meistara sem að var ekkert rosa skemmtilegur. En mér finnst hann hafa svolítið sprautað í skemmtanagildið svona síðan hann færði sig upp. Já, að ég var með að velta fyrir mér sko, að við vorum með svona barða síðustu helgi, það sem hefur verið að taka skilur Gilbert Burns og svona fýta niður í ljónin, skilur. Og ég var upprunlega, ég bara, er verið að fýta Aljamain Sterling í Yusuf Salal, eða er Aljamain Sterling ennþá bara committed to the game, skilur? Ég held að þetta sé bara svona prófurinn fyrir báða, þú veist, ég held að þetta sé svona síðasti sensinn á Sterling til að ná sér í belti. Hann verður að vinna þennan bardaga til að komast í sens á því. Þú veist, ef hann vinnur ekki þennan bardaga þá verður hann bara gatekeeper. Hann er ekki að fara að fá annar title shot. Nei. Og hann er búin að vera mjög ósáttur sko hvað er mikið lítið fram hjá honum. Já. Yusuf Salal, náttúrulega, hann er bara dett inn aftur. Þú veist, er þetta annað bardaginn hans eftir hann kemur aftur inn? Ég held að þetta sé þriðji. Já. Hann er alltaf sparkað út, sko. Hann er að koma tilbaka þannig að hann hefur alltaf mikið að sanna líka. Já, 100%. En ég held að Salal það geta. Já. Ég held að tími Sterling sem liðin. Já, sko, hann er alltaf verið síkilega, sko, sannfærandi. Já. Og hann er klárlega, þú veist, hann er á svo mikilli uppleið, Yusuf Salal. Já. Hann er búin að vera bara óstöðandi sem tilbaka. Hæp yfir honum. Svona, þú veist. Og þú veist, Aljamain Sterling, hann barðist einu sinni í fyrra held ég. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég held það. Og þannig að það er bara búið að vera svona, þú veist, hann er ósáttur einhvern veginn. Já, það er mikið neikvæðni kringum hann. Þó hann sé búin að vera að vinna. Já, og einhvern veginn bara, hann var champion og þá var alltaf einhvern veginn verið að klekja á honum og koma hann fyrir Katanef og eitthvað. Já, og þú veist, það var náttúrulega, þú veist, setni bardaginn sem að vann Peter Jani, það var mikið, þú veist, talaði um að það hefði verið rán og hann hafi feikað þetta í fyrri bardaganum, þannig að þú veist, hann er búin að fá mikið aðkast frá UFC aðdándum og mér er sama hvað fólk segir, það hefur áhrif á því að það verið að atast í þér í mörg ár, sko. Já. Það er ekkert sem hún gerir nógu gott, en samt ertu meistari. Já. Það er ekkert auðvelt, sko. En líka, sko, hann er með 17 wins í UFC. Það er rosalegt. Hvernig getur kompanið verið svona púlt út í hann? Ég veit. Er ekki bara í þessum þyngdarflokki? Það er alltaf bara eitthvað bögg. Já, ég held að það hefur bara verið út af því hann hætti, að þú veist, út af þessu Peter Jandæmi hann, í fyrirbardaginn. Hvað heit hann Mighty Mouse? Já. Hann var alltaf þessu flokki, ekki? Nei, hann var flyweight. Hann var flyweight fyrir neðan. Já. Var hann ekki flyweight? Í léttu flokkum, það er bara oft eitthvað svona, þeir fá lítið kredit, sko. Já, það er svolítið þannig, svona aðeins minna pælt í þeim. Ógeðislega teknískir og góðir. Já. Og bara ógeðslega mikið í gangi, ekki nóg mikið rótökum. Sko, vandamáli með
var svolítið að flokkurnar var svo tómur, það var svo erfitt að fá inn góða bardagamenn í hérna flokk og hann einhvern veginn bara rústaði þeim leið og hann var náttúrulega bara lang bestur. Já, bara stútaði þeim. Síðan skiptuður ekki á honum og Ben Askren. Ben Askren. Já. Ég var að ræða verstu skipti okay. Ever. Bara, þú veist, þetta er eins og bara, ég ætla að treyta við þig á köruboltamönnum. Já, Eða sko, eða hvað, þú veist, voru þetta verstu skipti í heimi, gefið að Ben Askren lét róta sig af Jorge Masvidal, það fór væral, spila svona 280.000 sinnum, skilur við, voru þetta slæmskipti, þú veist kannski ekki að hugsa hver er besti bardamaðurinn, þú veist bara að fá momentin. Já, svakalega moment. Meiri views, þú veist, en það var ekki Ben Askren það samt að rokka, skilur við, þetta var sko, Ben Askren að láta rokka sig. Núna er kannski mitt Instagram-algoritmi svolítið litaður, en hérna, ég fæ alveg oft upp eitthvað svona move frá Mighty Mouse úr bardöðum, bara svona eitthvað geðvik eins og þannig það sem hann tekur flying arbarið, skilur það ekki moment? Eða þegar hann tók hann á kildi og tók svo flying knee á gaurinn þegar hann var utan í netinu og helst, þú veist, hann á alveg moment, hann var bara underappreciated út af því að hann var bara svo ógeðslega góður og þessi vikt þótt ekki spennandi og þú veist, það er ekki jafn oft róttök í þessari vikti, það er ekki sömu þyngdin og bak við höggin, þannig að fólk er kannski ekki að vaka eftir þessu, skilur Ég er ekki að vaka eftir þessum flokkun, sko. Nei. En þú veist, ef Mighty Mouse hefði verið 205 pund besti bardagi alltaf tíma, held ég, alveg 100% og hann hefði rótað mann í öðrum hverju bardaga ég held það líka, sko en út af því að hann var, þú veist, 50 kg með skóla, sko þá er kannski að róta hverja, sko Það er rétt. En er einhver betri en Jones að reyna? Sko, big red with big questions. Já, sko, fyrir mér Mér finnst það, já. Fyrir mér er Khabib besti bardagamaður sem ég séð og það er bara dominance Hann er glímugur en ekki bardamaður. Það átti engin sens Já, minna, hann kann ekki góðu strækir. Hann var allt í lagi, en hann þurfti þess ekki sko, gaurar sem að vissu nákvæmlega hvað hann ætlaði að gera bestu gaurar í heimi, vissu nákvæmlega hvað hann ætlaði að gera þeir átti ekki break, ekki eina sekúndu meira þess að Justin Gaethje, hann var með hann í armbar og ákvæða að skipta á því að hann vissi að Gaethje myndi ekki tappa þannig að hann er að brjóta á hann hendina, ákvæða að skipta í triangle til að brjóta ekki á hann Svo kemur John Jones, hann bara vinnur gaurina bara, hann er vel djúsað og hann er, sko, John Jones tapaði að þú veist, arguably tapaði 2 bardögum Já, reyndar hann Reyes og Alexander Isaksson fyrri bardaginn hann tapaði þessum 2 í mínum huga Gustafsson Já, Gustafsson fyrir ekki þessi 2, hann tapaði þessum 2 í mínum huga og það var engin, sko það hefur aldrei neitt ég hef aldrei hort á Khabib bardaga og haft eitthvað svona, hann gæti tapað aldrei, ekki einu svona Ég gæti með almennilega nöfnir sko. Gaethje, Poirier, Conor McGregor hægt að segja Prime hægt bara að segja í röð ég myndi bara þetta er bara þetta take, drop it like it's hot já, þetta er bara komment af Instagram sko. en þú veist en já, ég myndi segja Mighty Mouse og ég myndi segja sko mitt Rushmore er Khabib, minnst hann nummer 1 síðan er ég með Anderson Silva, nummer 2 ég er með Mighty Mouse nummer 3 síðan kemur John Jones ég veit að þetta er samt alveg hot take og mjög líklega eru 99,9% af fólki að núti mjög ósammála mér en það er líka allt í lagi Nei Þetta er ekki hver er þitt Mount Rushmore? Voru ekki 4 í Mount Rushmore? 4 fórstar President Þeir eru, já þarf ekki að vera Ég finnst Jónsson sko náttúrulega klálega sko menn hann ætlar að vinna alla gaurina þegar maður strækjar vinna þar móti grappler vinna þar hann vinnur á því sem að þeir eru bestir í algjörlega og hann getur allt hann er ekki lélur í neinu Nei hann er mest í complete fighterinn sko. og er algjör motherfucker bara nýtur þess að meiða fólk sko. sem er kostur í þessum hvað hann gerir utan já, þó hann hafa áhugaði líka þegar hann koma heim til sín þá erum við ekki að spyrja ég tek það inn í sko. já, eða þú kemur á konur og berri konuna og djúsa já, við vitum ekki Khabib sko. já, sko, djúsið tekið inn í út af því að hann var alveg ég bara get ekki sagt greats of all time og svo ertu bara algjört písur en svona, þú veist þú mátt vera hálfviti fyrir mér og ég ætla samt að horfa á hversu góðu bardamaður þetta ég er ekki að fara að taka inn í myndina og hafi kannski rænt einhvern eða lamið einhvern eitthvað en þú hafi verið djúsaður í nokkrum bardögum og það vita það allir og þú veist, er bara svona viðurkennt það finnst mér líka svona hindrunns í því að ég geti og svona alltaf, mér finnst hann að tapa þeim og mér fannst það Reyes vera augljóst já, mér fannst þann bardagi einmitt hann var rosalega off í hvernig hann var ekki að performa neitt þar hann hefur líka bara sagt það sjálfur að í fyrstir annari lótunni þá var hann bara komin á staði sem hann var að pæli bara svona andlega var hann svona þessi gauri geggjaður, þú veist, hann langar að geta meira mér, slepp með þessu bara og svo hafa hann, þú veist, bara hugsa bara fuck you bitch og þú veist, ég ætla ekki að lega honum að vinna mig skilur þú, ok, og kom með, 3 rættir
sko Conor náttúrulega á præminu var ógeðslega góður en hann var takmarkaður Já, en hann má alveg vera á þú veist, hann er alveg Við erum að tala um Prime já, Já, það er alveg præm Já. uh, Ekki legacy, við erum að tala um bara besti bardagamæðurinn í Primeinu sínu Við erum ekki að vera að telja titla eða titilvarnir hérna. það er ekki ofhugsað og mikið já, bara sko, búm, búm, búm. hérna GSP er náttúrulega legend sko. Já. Já, GSP og Fetor, ég glemdi fucking Fetor sko. Ég elskaði Fetor ég er að gleyma ykkur einu sko. Það komið Jones, McGregor, GSP já Einnig við bótt fokk, það er eitthvað sem er að gleyma sko, sem er Já, það er svona heilu rostir að fá að mönnum sem Já. það gleyma Það er bara það að er eitt sem er eitthvað sem ég er alveg fann sem að ég er að gleyma sko. en já, ég hérna ætla svona efstir sko ég stætti svona mest complete sko Já, Ég skil Þetta er góða pælingar Ég þurfum að gera svona Mount Rushmore já. Herri, hvernig ef við burum saman hérna Yusuf Selal á móti Aljamain Sterling Ég það hérna áður við slúttum þættinum þá sá frá okkur Já. Hvernig heldur þetta fari? Herðu, ég er á salalognum Ég held að fyrir 3 árum það að Sterling verið að vinna hann að bardaða nokkuð þægilega sko. Bara, og hann hefði bara backpackað hann og bara tjókað hann út bara í fyrstu annar lóti en ég held bara Salal sem bara búin að læra hann svo mikið bæði og líka tíma sem fyrir utan UFC Sterling er bara búin að vera í neikvæðinni þó hann sé búin að vinna þess þá hann er búin að vera fastur í svona neikvæðir umræðu Já og hefur orðið fyrir svolítið ósækjættir gagnrýni á köflum sko, og kannski ekki verið að fá það sem hann á að vera að fá út úr UFC Hann er búin að duglega að keppa samt Já, duðlegur að keppa og búin að í- standa þessi vel líka, sko, líka í bardöðum en ég held bara að það komin tími á Salal og það er búið að vera svolítið svona changing of the guard kynslóðaskipti núna í UFC síðustu 2 ár Já, ég held að það sé bara að halda áfram, ok það er trend Í rauninni sko hefur ekki tapað síðan Aljamain Sterling hefur ekki tapað MMA-bardaði síðan bara, já, 2003 gegn Sean O'Malley og bara mjög duglegur að grapplaði síðast bara í februar á RAF Það er svona, hann heldur svo virkum sko Já. Þú hann sé ekki að berst í MMA En þú byggur, bara aldrei Aljamain já Já, ég er svona pínu svona smá ég glemdi Aljamain sem var alltaf að segja á hann Já, Alex Pereira Alex Pereira er á Mount Rushmore það er take, Það er take, það er hot take yfir alveg Fetor og yfir já, þú veist yfir Khabib Nurmagomedov Já. yfir Islam Makhachev Já Ég er bara Volk, skilju, Volk er alveg Og Volk, maður. Volk hann er complete já, Hann Volk er- er geðveikur sko Prime Volk er, hann er complete já, hann getur allt hann getur allt Það er complete fighter já, hann er alveg klálega sko. Já en við erum ekki að gleyma svo er alveg Cage Steel framöndan sko. Já, Kate Steele, hvað fjórða, júli næsta það ekki er það í júli? Svo segja að komin eitthvað nöfn sko. Það séu komin upp, eitthvað sem á að gefa út eða ok, hvað er með? Já, og spila ef ég hefði ekki það, ég fekk að spara hans við Aronlega Já, í bóksin á hann já, og hann er náttúrulega á einum fót sko. já, hann er býn mitt mikið mittur, þannig að þú veist Hann er bara að gera eitthvað. þjóður nýtti mér það hann rústaði mér samt, en þú veist skrítið að hann má standa ekki- fyrir framann að gaur, hann lítur út eins og górilla pínlítið, ég hann líka ég tók eftir í honum, augun á honum eru bara, þau eru hérna, þau eru bara beint fram Já. hann er eins og eitthvað villidýr sko Já, ég talaði um að herbivores, að þú veist, grasættur augun á þeim eru oft svona úr hlíðunum já, sko. já, já því nær sem augun eru saman því, þú veist, því meira villidýr ertu ég horfði í honum og bara, wow, ég bara rángaður og horfði í honum hann er Á líka pínu skeri. fáralega dúlega sko. Já, hann er bara geggjað hann alla daga bara recover eftir meðslinu og bara já, hann er ógeðslega duglur Já. Fála duglur komin langt fram úr sko sem að tímaramenn sem hann á að með að gera eitthvað sko Já, og markmiðin sem að setti sig voru náttúrulega, ég spurði hann fyrst bara ekki, já, hérna, hún er ákvömyndin, það geði þetta, er þetta á lyfjum eða þú veist, er þetta bara, hann er bara en svo ógeðslega er hann duglegur, bara, actually, hann meika þetta, sko, Já, ég finnst það ég- geði þetta. sko. hann má ekki vera að sparra sko sjúkur Nei. þá hann bara eitthvað herðu þú mátt ekki vera gera eitthvað fótarhefingar sko hann er samt bara svona að sparra sko. Já, Já, búin að mæta nýs og tóstímanni á mér bara fullu og þrælduðlega sko knees over toes Það er eitthvað til að hérna varna gegn viðslum á hnýja já Mikið að draga aftur á bakku og eitthvað svona dóti. Já. Já, skemmtilegt Maður þarf ekki að kíkja á það, maður er orðinn 36 ára á leiðinni í bardaga og eitthvað maður sér bara alltaf í glímunni með Já, nefafninga sko Já. nýja hérna nefalsóka sko Einmitt. Og ég fann það sko, þegar ég var í Íslandi og glíma mikið þá var það hnýjan sko Já, það var það hvort það að gera það áður eða eftir Ég ætla að gera það áður Taka hérna
Vil maður ekki taka nýs over toes áður en áður en hún lendir ykkur Já, áður en maður lendir í ykkur 100% sko, mann ég þarf að mæta Herri, hérna, varstu ykkur fréttir 4. júlí? ég er búin að finna þetta sko Eftir nokkuð að leika ykkur innherjuupplýsingum hérna En ekki, sko, lefum honum að gera það Það er ekki okkar á Salli, Það er þína Já, hann er alltaf aktíður sko Hekla og Vítali sem er að leita bara sem að eru staðdagskrá Já, ekki, það er ekki sko komið en þau eru á Já, listunum núna, það eru 6 pláss sem þau hafa Ok og svo er það Aron hérna Þór Newbie, já debut Sem er það debut og það er byrja í áhagmennskunni Við það háastni hérna Háasni, algjör sko Algjör Það er spennandi Júdó sonur mikli sko Já, hann er bara djöðl dúlur að það er skam sem hann sko Já, pappi hans, það er bara legend í Já. Júdónu sko Hvað er þið pappan? ekki Gunnarsson Jú. Já, og hérna, hún vil að fá þá feðgana bara í podcasti það væri áhuga sko hann er mikla sögur að segja sko Já, já, þannig að þeir þrjú, fjögur hérna, Ok fjögur sem að hérna eru það er er verið að leita af sko Já, Það er flott, það er líka flott í barðar já, Já, það er þetta mjög verður alveg einhvern að fara að skoða sko God damn, það var spennandi alltaf þú að fara að byggja Ég er aðeins skoða þetta sko Þannig að það er UFC Azerbaijan helgina áður Þannig að við fyrir mjög þangað og svo spurningu við tökum double trouble og tökum Satjúki trip en það var svolítið löng ferð sko Ég er ekki viss hvort ég hafi alveg tíma í það en ég hugsa að Biggi komið þá til Doncaster taki það og ég færi heim af því svo þarf ég að fara í aðra ferð í júlí Ég get ekki verið svona lengi frá vinnu Það er brjálæði að gera Svo er líka annað glímukamp í ágúst og eitthvað, þetta er bara endalaust Alltaf mikið að ferðast úr stúlur því sko Að ferðast? í kampanum sko Já, það er skemmtilegt sko Ég ætla að taka glímuna með svo miklu trompi á þessu ári sko Þannig ég réði Villa sem enga þjálfara hérna bara í byrjun árs er það þjálfað líka í hérna trastálkiða Í trastaki? já Nei, Villir, hann er ekki að taka mig til í trastakinu sko Ég Það þarf er að gera líklegt hann sem einhvern þjálfara í trastur Með hvernig þetta hefur gengið hjá hann með það Nei, ég er að fara hérna ég veit alveg að hérna þröstur er jarðan sko Ég er að með í trastaki? Nei Bara, þú veist Tröstur bara er eitthvað hann er sko í ykkur svona hérna eitrar jákvæði já Ég bara, eitthvað, ég geti brunda í smetti á hann myndi vera bara, já, það er bara frítt prótein maður, ég bara, elska þetta bara, takk fyrir mig og ég er bara rosa ánægð með, maður er bara gaur þetta er ekki hægt, skilur Já þannig að þú ert að játa þér hana Nei, ég nægir um einhvern tíma, skilur Ætluðu þið ekki að glíma eitthvað? Jú, ég var að glíma á Reykjavík Open síðast, en hann tapaði svo snemma við mæknast ó Já, hann tapaði í fyrstu lútu og ég alveg. keypti upp bronsi, sko Þannig að, hérna, ég mista á honum, en það er Mjölnir Open, næsta helgi þið mæti Já, ég er að vinna alla vikuna, sko Ég er náttúrulega í Prag, en já Já, ég mæti örugglega bara til að skemmta mér skilur bara aðeins að mæta dínuna að klára eitthvað nætuvakt og hoppa svo niður í gym og glími smá og já, en það er Mjölnir Opin næstu helgi það er skráningur Opin ekki minnast á það maður sjá Hvetja sem flesta skrási, rosak og keppnisreynsla, bla 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 eitthvað Já, þú varst nú að reyna að sannfæra mig að maður mæti ekki að því þú varst svo hrættur Nei, ég er svo hættur að meiða þig og bakki fokkin út, sko Ég er eins og barn, sko Út af því ég var náttúrulega tvisvarsinnum í fyrra þá létti ég mig ég létti mig 8 kíló á tæpum 4 vikum til að undirbúa mig fyrir bygga sem hætti svo við með 12 daga fyrirvara þannig ég er svolítið brendur alltaf þegar þeir eru eitthvað að tala um eitthvað ég ætla ekki að brjá, eða svo hann eitthvað ég ætla ekki að keppa 4 sinni minna og ég er bara Ha? prósett hana Já, hoppa á klústi, við röpum mörgum upp þættinum með hann já með það Já, sko, Mjölnir Opin sterkasta glímumót á Íslandi í 20 ár Það er svo sagt já, í barna og ungmenna sem og fullorðinsflokki Það er bara glæsilegt Já, ég er sagt en ég réði Villa sem einhverþjálfara kefti svo bara á öllum mótum sem ég geta keft á já, Mér langar að gera vel á Ísló en ég ætla að taka IBJJF Euros í svona oktober-ish ok Þannig að allt eftir júli með drull, sko allt fyrir júli stressa Ég er ekkert að hugsa um því, sko, ég er bara að segja frá sjálfum mér já, ég veit það, en það er náttúrulega að stressa mig Já, ég veit að þú ert ekki að hugsa um mig núna því að þú þarft að sofa á nóttinu og svona ég hugsa rosalega lítið um því, sko Bara alveg rosalega, bara það er gott Já, ég er bara að gefa hann inn og ég ætla að gera það clean, gera það surgical þú veist, ég hef svolítið gaman að þessu þetta er svona svipað svipuspenna varandi þannig bara já og það sem ég fann fyrir þegar ég var að keppa á trials
til fram í mastersflokki Já. áður en eitthvað svona, eða þú keftir ekki trials í mastersflokki. Það er svona hvað mér hlakkaði til að finna styrkin og finna gripin og svona hversu hart þetta væri Já, og leika mig með það svona, þú veist, og vinna með það. ok. Og ég lærði í rauninni mest af trials, þá mætti ég mjög líkamlega sterkum gaur sem plakkaði mér með svona tekníst. Já. En það var reynslan sem ég vantaði til að fara óstressaði inn á þetta. Á móti mér? Já. Já. Algjörlega, ég skil það. Ég held reyndar að þessi aðeins að vannmeta glímuna mína. Ekkert eitthvað mikið, en ég held að sé ekkert auðvelt að taka mig niður. Sko. Nei. Og ég held að sé erfitt að taka mig niður þannig að ég sé undir, ef ég vill það ekki. Já, örgulega. En það sagði enginn að þetta er til auðvelt. Herru, ég ætla að binda enda á hana þátt, ég ætla að þakka ykkur strákunum, þér Heiðar og Klósapérssonum sem ræstur úti. Já. Þakka ykkur kærlega fyrir samveruna. Það er bara takk fyrir að fá okkur, það voru rosa skemmtilegt. Já. Takk fyrir að gleyma að taka vítaminu sem við baðum að taka fyrir mig. Já, þá lítið, en þú mátt endilega velja þér á borðinu. Já, einhverjar vörur frá ég Ingunni. gera það. Og svo fæ ég vítaminu með morgun eða ekki. Já, og Bjarki, takk fyrir komuna. Já, það var ríkilega gott að Hvað má bjóða þig, Bergi? Ég er nú bara að fá mér hérna siladitt. Já, Bjarki endilega, það er bara vel valið Bjarki, fáður endilega siladitt. Herru, við sjáum aftur eftir viku, gerum upp UFC, höldum áfram að gerum upp Mjölnir Róben. Já. Ræðum þetta allt saman, verður ykkur skemmtilegt. Takk að þess að vera hlusta og við sjáumst eftir að vikuleginni. Takk. Takk.